En Kristín Bjarnason mætti til okkar í Matmenn. Já, verður velkomin. Já. Takk fyrir. Bjartur heitir þú og Davíð ég. Já, við kynum okkur vist aldrei. Við kynnum okkur aldrei og okkur alveg skýtsam hvað við heitum, en allavega. Þið eru bara tvei berrasækja, ég er hérna podcast. Algjör rassins að tala í mæk. Já, mætti til að tala við eitthvað lið. Mér ástæða svolítið skrítið þið mætti, en ég er búin að vennast í. Og enginn veit hvort þetta er satt. Nei. Það er engin kamera. Já, við erum í mynd. Við erum í 3 kamerum hérna, sko. Já, ok, takk fyrir að segja mér Ég það. sagði það ekki? Nei, Það er samt sminkaðir á þeim. já, ég reynda að greiti mér. Þú ert mjög hugulegur og lítur vel út. Takk. og hérna. Allt annað að sjá þig núna. Þú berð aldurum með þér. Já. Vel. Nei, þú berð hann ekki með þér þá. Ég veit ekki. Nei, ég veit ekki. Þú berð Hann ber aldurinn bara. Þú Berð berð aldurinn aldurinn vel, vel. já. Já, takk fyrir það. Við erum ekki komni til að tala um Aldurinn? Nei, Já, málfræði. nei, og guð, það var Nei, þá fyrst byrjaði ballið maður og varum að fara í málfræðikenslu. En þú ert hérna eigandi Víðigerðis, Northwest. Já, ég er þetta heim. Já. Ég og mamma og systir mín. Já. Erum hérna með þetta saman í dag. Þetta fyrirtæki, þegar ég tala við fólk út í bæ, bara alveg sama við hvern, Já. orðspori hjá þeir núna, það er bara geggjað. Það er alveg sama við hvern ég tala. Það er allir bara, já, vá, ég er búin að heyra rosalega góða hluti. Hann er búin að heyra góða hluti eða fara hann að prófa og er geðvegt. Þú veist, og það er eins og þess að ég bara búið að umturna þessu kvikindi og allt Þetta var út af þér. Já, þú Er það veist, ekki? það er náttúrulega, nei, ég ætla nú ekki alveg bara Er það múta að líka? taka allt kreditið. Já, auðvitað, náttúrulega mamma líka og svo náttúrulega Agnes, hérna, sýstir, búin að vera hérna með okkur núna í ykkur 4 ár og Mér finnst Agnes alltaf vera á gólfinu að taka á móti fólki. Já, Alltaf hverskið sem kemur, alveg Já. sama hvort að hvað klukkan er og hvena og hvaða dagur vikunar. Hún er alltaf hana. já, hún fær aldrei frí, sko. Hún fara aldrei. Ég er alveg greinilegt. Hún á ekkert líf. Já, ég hefur reyndar fyrir utan þetta. En þú ert búin að vera hérna, þið tóku við þessu fyrir hvað, 15 árum? Já, við komum hérna Vestlumæðingina 2012, þannig að þá er þetta, 13. ég held að þetta er 14. sísoni, skilur við, Já, ef við myndum taka þetta hérna. já, við erum ekki verið að telja heldur. Já. Nennur þessu? Ég nenni þessu minna í dag heldur en náttúrulega fyrir nokkrum árum en það er ekkert eitthvað að því mér finnst það leiðilegt heldur er það bara það að ég er náttúrulega búsettur í Reykjavík eða Mosfellsbæ og nú eru 2 börn kona mín, ég er búin að vera sömu kona allan tíman skilur og þannig að þetta verður alltaf erfiðar eftir þessum að vera eldri og koma með krakka og að vera alltaf að fara á milli og ég er náttúrulega bara að lifa svona sjómannslífi sko, þannig að ég nenni þessu já og það er líka gaman að því við erum alltaf að sjá þetta fara hægt og rólega í rétta átt og þó eins og segir að orðsporið er gott og allt svona þá erum við samt búin að við erum ennþá að svona stilla reksturinn af þannig að þetta virki sko og það er svona að lenda þannig að það er náttúrulega mjög gaman að sjá við erum bara hverju ári að reyna að gera aðeins betur það er alltaf aðeins að ganga þannig að núna þetta er alveg bara að lenda hjá okkur og þá náttúrulega er þetta gaman af því þetta er alltaf að ganga betur og betur sko. Þannig að Og þú ert náttúrulega bara gangandi dæmi það að góðu hluti gerast hægt. Já, mjög hægt sko. Já. Og að því að þú talar þetta áunna orðspor, þá náttúrulega veit ég fyrir víst að þið komið þarna fyrst að það er margt búið að breytast og mikið vatn búin að renna til sjávar. Já, það er alveg rétt. Það er náttúrulega, þú veist, þegar við tökum við þessu þá, með fulli virðingu fyrir öllu sem voru á undan, þá var þetta náttúrulega bara alveg, þú veist, bara ofan í kjallara, skilur við. Og þannig að tók bara, þú veist, ég hef svolítið líst í að tók bara svona 3 ár, þú veist, bara svona koma mótornum í gang, sko. Þú veist, bara að fá þetta einhvern veginn til að rúlla bara, þú veist, og læra, þú veist, það var svo margt og það er svo gamalt og þreytt þarna og, þú veist, og bara við að fatta, þú veist, hvað eigum við að gera til þess að fólk taki ákvörðun að stoppa frekar hér heldur en einhvers staðar annars staðar. Það var bara svona prósess eins og sé, bara í alveg svona 3 ár, þú veist, bara einhvern veginn að finna út úr því, sko. Og það sem svona við lentum á var að við værum aldrei að fara að keppa við einn í einhverjum verðum, þú veist, við vorum aldrei að fara að vera ódýrasti staður en eitthvað strandaskip þarna in the middle of nowhere við þjóðveginn, þú veist, þannig að við fórum að fókusa á að reyna að gera vel, þú veist, og það hefur svona verið rauði þráðurinn í þessu að vera að reyna að finna rétta hráefni, finna réttu aðferðina til þess að gera hluti sem virka á þessum stað og
já, það var rétt ákvörðun, þú veist, að fara þá leið, sko, að bara reyna að gera þetta eins vel og við gátum og erum alltaf að gera betur á hverju ári, held ég, Já. Já, þú hérna, áður og byrjar þarna, áður þegar þú tekur við á sem fjölskylduninni. Já. Þú varst ekkit að vinna neitt við mat, þú varst ekki tengd um mat á neinn hátt. Þú veist, ég fór í grunddeild matvæla í MK, gerði það þegar ég var 16 og síðan var ég búinn að vera reka pizzastaði, með svona Hróa Hött stað með menntaskóla og eitthvað og hafði alltaf mjög gaman að við elda og náttúrulega mamma náttúrulega vann við það að elda meir og minna allt sitt líf, þú veist, þannig að ég hef alltaf notið minn í eldhúsinu og svona, þannig að en nei, ég hafði ekki verið eitthvað að kokka, sko. Svo komum við þarna og þegar við erum að byrja þarna, þá ég að byrja, sko, í námi í hársnýrtingu. Þú veist, þannig að ég mamma og stjúpabbi minn, Halli stjúpabbi, þau byrja að fara þarna. Það var mjög tilvílunarkennd atburðarás að þau lenda þarna á þessum stað og ég sé það í mjög fljótu bragði að, þú veist, hann var, þú veist, komin á aldur bara og þau ég sá það bara mjög fljótt að þau 2-1 voru aldrei að fara að taka þennan stað og rífa hann upp einn, sko. Nei. Þannig að ég byrjaði aðeins að koma að helgar eitthvað að hjálpa þeim og svo var ég bara byrjaði að læra hárgreiðslu og farin að vera hárgreiðslustofu og tók vann, sko, þú veist, á fyrsta sumari vann ég, þú veist, á stofunni í bænum held ég 4 daga og svo 3 daga á staðnum. Svo held ég sumar eftir, þá vann ég 2 daga á stofunni 5, ég var að gera þetta einhvern veginn bæði, sko, vann náttúrulega bara alla daga vikunar, skilur við, bara alltaf og aldrei útborgað. Þannig að svo kom hann bara eitthvað tímamót þess að ég fann bara að ég varð að velja, sko, en ég tók samt alveg 4 annir í hársnýtingu og á bara eftir eina litla önn í skólanum, sko, og Sveinsbró, þannig að ég, þú veist, var einhvern veginn að reyna tjöggla þessum 2 boltum þarna í fyrstu 3-4 árin, sko. Það kannski ástæðan fyrir að gengur vel hjá hann, það allir hárprúðir hana innan þér. Já, þú þarft alltaf að vera vel greiddur í vinnunni, sko. Við ákvaðum það. En ok, þú byrjar þarna. Já. Og þá náttúrulega lítur staðurinn ekkit út eins og hann gerir í dag. Það er búið að gera hann sem margt fyrir hennar stað. Já, við erum basically bara búin að vera að kokka á sumrinu og svo bara djöflast á veturnar í húsunum, sko. Það voru alveg mörg svoleiðis ár. Þannig að Við byrjuðum þetta þannig, 2012 þá var tekið eitthvað 1 ár og veturum var bara algjör hörmung, þú veist, þá voru bara dagar þar sem salan var kannski 8.000, skilur, út með 750 fermetra fastegnum, skilur. Þannig að það var bara algjör disaster, þannig að við ákvaðum bara að taka svona hásísonið, byrja á því, þannig að það var opið ykkur að 4-5 mánuði, þarna eitthvað 13 og mögulega 14 og við kaupum eignirnar síðan, sko. Ég nennu ekki alveg hérna í forsöguna í byrjun, sko, þau kaupa þetta en svo endur við á því að við kaupum þetta að Landsbankanum 2014 og þá tek ég ákvörðun að fara í þetta með þeim, þá bara kaupum við þetta saman, sko. Og þá sagði bankastjórinn, sko, að því við komum með einhverja hugmyndi þá var túrisminn alltaf svona aðeins að byrja að verða svolítið eitthvað alvöru þarna 2014. Já. Við sáum að það væri sniðugt mögulega að breyta efri hæðinni í hótelherbyggi og hvort við getum ekki fengið lán fyrir því og bla 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 og hann sagði, sko, ef þið getið borgað einu sinni að þessum helviti stað þá getið við komið að tala um mig. Þannig að við tókum þarna örugglega, það var kannski 2014 og þú veist, ég held að ársveltan 2014 var bara 10 milljónir, skilu, það var allt árið, sko, hugsið ykkur hvað það var gert að gera. Við bara unnum sjálf alla vinnuna, alla vaktirnar, borgum okkur ekkert í laun, bara 0 krónur, skilur, maður bara vinna 350 tíma á mánuði og svo bara komaði að borga á þessu láni, þú veist, ég man ekki hvað, segjum bara eitthvað 2 milljónir eða eitthvað, við bara svona við einhvern veginn í fjandanum náðum að gera það, skilur, bara borgum allt við þurfum að borga og náðum að greiða þessu láni og þá fengum við svona eftir samt mikið hark eitthvað framkallalán til þess að setja hótelherbyggju á efri hæðina og þá fór svona boltinn aðeins að rúlla. Þegar við vorum komið með þessi 9 herbyggju upp á efri hæðina, fóru að koma hótelgestir, fóru að vera bílar fyrir utan, gestirnir voru að borða kvöldmat, þá svona aðeins fann maður að koma í glóð í þetta, sko. Já. Og þá, svo fór ég alltaf bara á veturnar og vann á einhverjum veitingastöðum í bænum, bara svona aðeins að reyna
fá einhverja reynslu, ef maður ætlar að eiga veitingahús þá alltaf að vita eitthvað það hvernig að vinna á veitingastöðum þannig að ég svona gerði það á veiturnar vann á veitingastöðum síðan reyndum við að framkvæma eitthvað og það var svona djöfulsins hark alveg svona fram til svona fram að COVID þá var þetta svona alveg að fara að virka þá svona fór Vá til fjandans svo kom COVID þá svona hélt þetta áfram að vera smá erfitt en samt alltaf veltan að vaksa og alltaf að ganga betur og við tókum eldhúsin og allt alveg í nefið, tókum síðan veitingasalinn alveg í nefið, efri hæðina, tókum starfsmannahúsin, öll bakrými, gerðum þetta bara svona eitt stórt verkefni á ári sem við gátum og náttúrulega bara tókum aldrei neitt pening út úr þessu, bara reyndum að gera þetta eins og vel og við gátum sko. Og og svo bara bam, 14 ára setna, þá var þetta alveg að fara að ganga. Tekur sinn tíma maður. En það er náttúrulega þegar þú byrjar á bara algjöru núli. Og byrjar í -20 sko. Já, akkurat. Þá harkið mjög, byrjunin var svo ofboðslega erfið sko að það, Já, og líka eins og segir sko, það sem að mér finnst aðdánavert við þessa sögu líka einmitt þetta að harka alltaf áfram og í staðan fyrir að gefast upp og byrja að taka eitthvað til sín, reyna að taka eitthvað þá að setja meira í þetta fara frekar að taka þessu ákvörðun ok, þú veist, nú ég bara búin að vera að gefa tíma minnina í 5 ár langar mér að taka eitthvað út eða ætla ég að fara og þú veist, setja eldhúsi í stand eða laga klósettin En samt sko, í rauninu við höfum aldrei setið eða sko verið í einhverjum aðstöða sem við áttum pening. Nei. Það hefur aldrei gerst sko. Allar framkvæmdir sem við höfum farið í, eins og bara þegar við fórum í eldhúsi, þegar það var bara orðið svolítið að gera og við vorum ennþá bara að keyra á öllu gamla draslinu, gólfið, það var mjög erfitt að þrífa allt, það var allt alveg komið í þrot bara, þá fór maður í bankan og sagði, við bara verðum að fara í framkvæmdir í eldhúsinu, annars þetta bara ekki hægt sko. Og við fengum yfirleitt alltaf eiginlega neitun á fjármagn sko. Þannig að þetta var dálítið þannig sko að við höfum átt mjög góðan bakhjarl í Fastus, þeir með alveg fá gott kredit því að við höfum yfirleitt alltaf farið bara í framkvæmdir og líka allir iðnaðarmennirnir sem hafa unnið fyrir okkur það hafa menn hafa komið unnið heilmikið vita síðan að við munum borga með tíð og tíma þannig eins og bara þau tókum eldhúsi áttu við ekki krónu sko. Ég fór í bankan, ég baði um 15 miljónir krónu lán og ég fekk bara neitun sko. Þá var ég bara svo ungur og vitlaus og brjálaður að ég fór bara að byrja að brjóta allt og rífa allt út og hringdi bara inn að menn og svo fór ég í Fastus þegar við vorum bara að taka allt eldhúsi í gegn og okkur vantaði kæliklefa og fristiklefa það var nú eitt þegar við opnum hótelin glimti að hugsa maður þarf að hafa þvottahús þegar maður með hótel við áttum einhverja eina þvottavél og einhver 20 ára gamla amerískan þurrkara og það var ein vinkon okkur á sveitinni sem ætlaði svona að sjá á þvottin svo sló þetta bara allt út og virkaði ekki neitt þannig að við vorum heppin á einhver verktaki sem tók það að sér sko. Allavega, svo nokkur ára setna þá vorum við þurfti að setja upp þvottahús og við fórum í Fastus og Vestluðum tæki fyrir einhverja svaðalega uppæð sko. Við áttum ekki krónu þannig að en þetta erum við búin að gera marga oft núna við tókum allan veitingasalinn, fengum ekkert fjármagn það er mjög hvetjandi ef maður er búin að brjóta allt og eyðileggja allt og þú veist bara, ef þú nærið ekki að klára það og starta aftur, þá ertu bara að fara á hausinn sko. Þannig að ég er búin að gera þetta nokkuð sinnum að við fá bara neitun og þá hefur við stundum á svona kristabankan svona alveg í lokin sko, bara heyrðu, þegar svona allt er að hellast yfir okkur bara nú þið verðið að hjálpa okkur smá og þá hefur svona fengið aðeins smá það er vorkin okkur sko. Þannig að svona er þetta bara búið að vera í grunn við höfum alltaf farið í nauðsynlegustu framkvæmdir sem við þurfum að fara í gert þetta einhvern veginn á hnefanum og einhvern veginn í fjandanum hefur þetta bara reddast á endanum þannig að Ertu farin að borga þér einhver laun? Já, ég byrjaði sko, þegar ég og konan ætlum að fara að kaupa íbúð þegar við komum með barn, þetta er svona 2020 þá var hún að vinna hjá okkur þá tók ég ákvörðun ég byrjaði að borga mér föst mánaðarlaun 250.000 kall fyrir skatt á mánuði það var mikið ég var rosa ánægður með það sko. Og svo hef ég svona hægt og rólega svo maður orðið náttúrulega bara þar að borga. Þetta var þannig að ég sko voru með leiguhúsnæði í bænum sem við náðum að semja við leigusalan að hann fekk að leigja íbúðan út í Airbnb með húsgögnunum okkar þannig að við þurftum ekki að borga leigu þar á sumrin. Þannig að þá gat ég bara actually lifað á engu sko.
Þannig að þú vannst á veturnar annar staðar já. og borgaði fyrir íbúðina svo bara kom sumarið þá bara út með þig og beint út á land vinna koma heim með 0 og byrja aftur og ég er samt búin að sömu konuna allan tíma pældi því það er magnum en jú, þetta er alveg orðið allt í lagi í dag sko. Þetta er bara, maður fær útborgað venjulega og bara allt í góðu sko. Okay. Og konan sátt núna? Konan er alveg ágætlega sátt hún vill alveg fara að sjá svona einhvern botn í þetta en ég er bara farin að reyna að vera meira heima líka ég er farin að vinna miklu minna sem kokkur frá morgun til kvölds og ég er bara farin náttúrulega mikið af fólki í vinnu og þannig að þetta er bara orðið það mikið skrifstofastarf í rauninni sem ég get sinnt heima hjá mér þannig að þá getur maður náði krakkana í leikskólan og verið heima ef einhverju lasin og svo er hún komin í svona svolítið mikla alvöru vinnu núna þannig ég er að reyna svona að gera það fyrir hana að hún þurfi ekki alltaf að vera svo sem tekur veikindadagana og allt sko þannig að ég er svona ég bara er orðið minna á staðn ég er að reyna að vera allavega 50% heima 50% í vinnunni sko. Þannig að þetta það þarf bara að jögla þessu þessum við boltum að koma í fjölskyldu og líf veitingamannsins er ekkert auðvelt ef þú ætlar að eiga venjulegt líf og vera veitingamaður það er svolítið snúið já, mjög flóki En hóteli, hvað tekur það marga í gistingu? Það tekur einhverja 18 manns eitthvað svoleiðis og það er í raun orðið sko, eins og sé, þó að það hafi verið svona algjör hornsteinn í reksturinn á sínum tíma þá er það í dag snýst þetta orðið svo langmest veitingastæðin og í rauninni sko, veitingastæðurinn orðin svolítið mikið svona hann tekur orðið svo mikið pláss að það er orðið minna pláss einhvern veginn fyrir gistinguna, hugmyndin í byrjun var að bæta við fleiri herbyggjum og jafnvel ykkur hísi og eitthvað en svo þeir bara svona óbúslega mikið að gera hjá veitingastæðunum og þú þarf bara 2 risastóra ruslagáma og komið svaka loftræsti háa innblástuskerfi og þetta er allt í þessu svo eru gestirnir allir þarna uppi þannig að það er svona svolítið ónæði fyrir gestina af veitingahúsinu þannig að ég myndi skjóta á að svona komandi árum að þá mögulega lokuðum bara gistingunni sko. Já, ég held það sko. Okkur vantar líka alltaf starfsmannar í mig við erum alltaf að bæta við starfsmannahúsum og þannig að það er svona, það er svona 3 ára plani mögulega að loka bara gistingunni sko. Taka kannski helmingin efri hæðinni bara fyrir hópasal við erum svona að meta það sko. Voru ekki með eitthvað hliðarhúsnæði Jú, það var hugmynd sko, svo bara þurfum við alltaf stærri og stærri lager þannig að hugmyndin er alltaf að þróa sko, svo bara eins og þú þekki nú bara úr sveitinni sko, þú þarft að eiga svolítið góðan lager svona þegar eitthvað klikkar og einhverja sendingar mæti ekki á staðinn og það er svolítið vinsælt svoleiðis vesen í sveitinni sko. Já, þannig að svona öll okkar bakrými fyrir aftan eru meira og minna öll orðin bara undirlögð af við vorum með lagerhúsnæði svona með svona tengibygging fyrir þessar 2 aðalbyggingar það er orðið eiginlega svona vinsla í dag þar eru komið bara stálborð og vaska og þannig að allt þetta svona gamla, það sem er svona gamla verkstæðið sem var keyrt inn þetta framan það er orðið svona okkar aðal bara lager sko, bara þannig að það átti einhvern tímann að verða hópasalur sko. Svo hugmyndir sem betur var ekki bara eða miklum peningi eitthvað preppa á því sko. Það er svolítið fyndið sko, við erum alltaf að þegar þetta vex svona mikið að þú veist einu sinni var eitthvað starfsmannaklósett í eldhúsinu sem við rifum við smíðum nýtt starfsmannaklósett í einhverju bakrými nú er það, ég er búin að rífa það aftur niður nú er það önnur vinnsla, það settum við þvottahús, ég er búin að rífa það, færa það annað nú eru þar einhver starfsmanna salerni og þvottahúsið nú sjáum við þurfum aftur að færa þvottahúsið við þurfum að taka það allt saman og færa það aftur þegar að fyrirtæki vex svona jafnt og þétt það var svo erfitt að sjá eitthvað þetta langt fram í tíman eins og bara með kæliklefan okkar við settum upp kæliklefa sem var kannski 6 fermetrar og svo var hann bara alltaf lítill til að rífa hann, settum annan sem var kannski 15 fermetrar ég reyndi að selja hana litla en það gekk ekki neitt og nú er ég bara svo ánæður ég seldi hann ekki því sé að ég þarf að setja hann upp líka sko. Hann er bara að koma upp núna við hliðin og hinn sko. Þannig að þetta er alltaf það er bara, þegar það er alltaf aðeins meira að gera og það er aðeins meira starfsfólk, aðeins stærri lager þetta er svo fljótt, plönin er svo fljótt að einhvern veginn bara breytast sko. En þú segir að þetta er alltaf aukast en hvað þá með plossi frammi þar sem fólk situr og er að dæna meina, er það eitthvað búið að stekka hér? Nei, sko við erum komið með sólpall sem er hérna til hliðar til hliðar
svo náttúrulega aldrei sól sko þannig að það var ekki alveg að leysa vandamáli sem að við vonuðum. Við erum að setja upp eitthvað markísur og eitthvað þar en svona, nei, það þarf klárlega að stækka og líka bara við þurfum meira pláss til að taka á móti svona þessari svona quick traffic sem bara að leita kaffi og einhver ætla að grípa sér og svona. Þannig að við erum að svona skoða einhverjar útfærslur af því sko. Að rífa herbygginu uppi og já, gera það er svona að gera dænin þar. Það er að gera alls konar, það væri að byggja yfir þessa palla eitthvað, skilur við. Það er að setja skýli, jafnvel alveg bara byggja alveg komplett yfir það og innlima það inn í veitingastæðin eða eins og segir taka hluta efrihæðinni undir en þá ættum við alltaf komið stiga sko, þannig að Leiðilegt, já, en vissulega við erum alveg að glíma við plássleysi orðið frammi sko. En svo er þetta líka þegar þú komin svona út á land þar sem hefur verið að keyra framhjá þú veist, þetta er svolítið öðruvísi, þetta er kannski ekki þannig að þú bara mætir í vinnuna og veist ok, það byrja rush hérna milli 12 og 2 svo kemur prep tími og svo kemur annar rush 7, þú veist, það er ekki bara svolítið stöðugt flæðið þarna. Já, þetta er jú, þú veist, á sumrin eins og það var bara kokkur að vinna hjá okkur í fyrra, hérna íslenskur sem að einmitt bara þekkti svolítið svona þetta regluverk sko. Svo vorum við bara eitthvað einmitt klukkan 3 á hérna þriðjudegi og bara fullu veitingastæður og hann bara eitthvað stoppu ekkert að koma með þar og við vorum saman á línu, hann bara eitthvað hvað er að ykkur? Klukkan er 3, hvað er að gera þetta hérna? Þannig að jú, vissulega náttúrulega yfir sumartíman þegar það eru túristinn og Íslendingarnir í sumarfríi og þá er náttúrulega brjála en svo náttúrulega kemur þessi ömulegi kapli yfir veturinn það sem það er náttúrulega bara ekki raskat að gera þannig að við erum bara svona eins og kurva sko. Mjög góðir 6 mánuðir mjög dabrir 6 mánuðir. Og eru opin lengur núna? Já, við lokum orðið í 6 vikur. Já. Við erum búin að hafa núna alveg þó nokkur ásóleis og mér er svona alveg líklegt að við höldum því að því að janúar, þetta er svona við lokum bara þarna fyrir jól og höfum lokað át í janúar. Þetta er náttúrulega svona tölfræðilega líklegast að sé versta veðri á þessum tíma. Já. Svo er náttúrulega svolítið mikið af erlendu starfsfólki sem náttúrulega bara býr hjá okkur og vinnur. Þeim finnst geggjað að komast burt, þú veist, komast heim til sín í jólin, taka smá frí, fara og hitta sitt fólk og koma svo hressa á nýju ári, þannig þetta svona og við þurfum líka alltaf að fara í eitthvað framkvæmda brask, sko, þannig að þetta hendar okkur bara þokkalega, þessar 6 vikur. Hendar að fara í jólafrí og til tenni í 6 vikur? Já, þú veist, maður tekur jólafrí og svo fer maður yfirleitt í framkvæmdagalan í janúar, sko, er þá eitthvað það þarf alltaf að ditta þessum herbyggjum og starfsmannarím og eldur, það er alltaf eitthvað sko. Ég náttúrulega vann hana svolítið hjá þér svona freka snemma. Já, þú komst ómótaður, ungu maður. Já. Óheflaður. Jú, nokkuð óheflaður enn í mótun. En ég man eftir einni setningu sem að þú sagðir einu sinni. Þá voru svo þreyttur á sko alltaf á hverju ári, alltaf einhverju nýjir, þú ert alltaf að fara að kenna einhverjum á hverju ári, þú ert að byrja að kenna einhverjum að skúra. Já. Er það ennþá á teiningnum eða ert að ná að halda í eitthvað sumum fólkinu? Komið skúringaróbot sem sér þetta á kvöldin. Já, það væri draumur. Ég er búin að fara að skoða hann, sko, en ég er ekki búin að kaupa hann. Nei, það, sko, jú, við erum alveg að ná að halda, það þarf alltaf að taka náttúrulega þjálfupluta, líka þetta er náttúrulega, það er alltaf svo stór hópur yfir hásísonið. Já, ég er alveg búin að venjast þessu. Þetta er bara partur af prógraminu er náttúrulega bara að kenna og þjálfa og það er kannski líka verið auðveldara þegar maður þarf ekki að vera frá morgun til kvölds í daglegu rútínu alla daga sjálfur. Ég er fann að taka bara pláss fyrir þetta til þess að þannig að þegar þú varst þarna þá var þetta náttúrulega bara ég tók eitt sísón sem ég fór ekki út úr húsinu það er bara 5 mánuðir opna og loka það verði allir bara vitlaus og allt júborgað við vorum náttúrulega hérna bara ár eftir ár þá vorum við bara saman í 8 mánuði í rauninni bara alltaf og það var alltaf þannig að ég fekk alltaf útborgað sko og svo var hann alltaf að vinna helmingi meira oft fór ég eitthvað inn þá var hann eftir þá þurfti hann alltaf að sinna tölvuvinninu sko og þetta var alveg algjör geðbilun sko á sum kvöld þá man ég bara maður hafði engan tíma til að vaska upp skilu og maður bara horfði á uppvaski safnast og maður bara svona ok, þegar við lokum vinna klukkan 10 þá veit ég að þetta er svona 2 tíma mission bara að vaska upp sko. Þetta var líka svona þetta er þarna árið þetta þú ert að tala með svona kannski þarna var aðeins byrja að vaksa og maður var ekki alveg að fatta betur eigum að ráða fólk þannig að svo komu margir svona erfiðir kaplar þarna sem þú ert að lýsa einmitt ég man mjög vel við tókum bara dagar sem við vorum kannski bara 2 ég frammi, þú fyrir aftan svo var maður bara einhvern veginn að hjálpa okkur öðrum eins og hægt var og svo eða var mikið að gera þá var ekki til að vaska upp og svo vorum við stundum bara, þú veist klukkan 10:30 þá horfði maður bara í eldhúsi og ég var búin að raða diskum
það fór bara út vörumóttökuna sko. Alveg bara magna, Já, myndi ekki trúa það var hver einasti diskur í húsinu skítur og þá áttum við eftir að gera það allt sko. Þá var klukkan kannski 1 þegar við búin að því, en þá áttum við eftir að gera klárt fyrir morgumatinn sko. Þá áttum við að setja dúka á borðinu og eitthvað svona rugl, þannig að já, þetta var alltaf algjör vitleysa þarna á köflum sko. Það minnum á jólahlaðar og grand sko. Ég horfði tilbaka bara með svona bara gleði sko. Þetta var mjög góður tími þó að það hafi verið brjálega að gera það. Já, veit það, maður hafði gaman að þessu, maður hafði orku í þetta, en þarna maður líka náttúrulega bara svolítið, ok, það er eitt að læra að elda mat og hvernig maður að gera það allt, svo er líka að læra að hvernig á að reka fyrirtæki hvernig ætlar að komast yfir þetta allt og samt geta borga allar reikningana og það er náttúrulega spúki að ráða mannesku þegar þú ræðir ykkur að manneski vinnu þá þarftu náttúrulega bara að skaffa henni atvinnu og þú þarft að borga henni laun og það þarf alltaf að vera upp á 10 þessum málum þannig að þessi svona mótunar ár þegar það var aðeins að byrja svona aðeins meira að gera hjá okkur þá vorum við svona alltaf aðeins rög að fara að leiður ef þú ræður og mikið af fólki og þú átt enga neyðarsjóð skilur þú getur verið mjög fljótur að fara til fjandans ég meina það er nú bara mjög mikið af mjög flottum veitingahúsum í Íslandi sem fara á hausinn á hverju einasta ári það er opbáslega vel að í staðið vel auglýst geggjaður matur, góð staðsetning en samt gengur það ekki það sýnir bara hvað við erum í erfiðu umhverfi veitingahús. Það þarf að halda svo stíft á spöðan sko. Já, þú getur verið heimsins besti kokkur skilur. Þarf bara líka að vita hvernig þú átt að halda á peningunum sko. Það er ekki tætt að kunna bara bæði sko. Og við einhvern veginn svona vorum heppin, við vorum alveg mjög oft ansi nálægt í að fara á hausinn þetta fyrir norðan sko. Bara dansaði alveg oft á línu og það er ekkert eitthvað rosalega langt síðan gerðist síðast sko. En svona við erum svona komið gott tangarhald á þessu það er svona, og þetta bara er eitthvað sem lærist held ég sko og ef þú ert heppin að komast í gegnum aðeins að fara á hausinn þá ertu komið einhvers konar grunnaði að vita allavega hvaða er sem hún þarf fyrst og fremst að passa skilur, maður getur lekið svona aðeins út af sko komið sér aftur upp á beinubrautina en ef þú ferður langt þá er það skaðið sem að getur ekki komið. Þú ert náttúrulega gríðarlega metnaðarfullur. Þú ert þá, mátt bara eiga það. Ég var það sem ungu maður, já. Í dag er ég svolítið þreyttur, sko. Já, ok. Ég lærði mjög mikið á þessu tíma sem ég var hana því að þú varst með svo mikið dedication. Þú veist, við vorum kannski búnir hérna klukkan 1, við sem vorum að fara að vakna kannski og vera mættir 10 eða hálf 10. Samt settist við fengum okkur kannski 2-3 bjóra til kannski 2-3 og við töluðum samt bara vinnun allan tíman þú veist, við vorum bara að tala bara hvað var næst og hvað var að gerast og bara, þetta var bara manía það komst bara ekkert annað í haustum Nei, á þessum árum voru líka þarna var kannski ekki matsíðlinn ekkert orðin svona full mótaður og bara alltaf að prófa eitthvað við vorum held ég örugglega með rétt dagsins nánast á hver einasta kvöldi alla virka dag og líkum helgar og við vorum oft bara hvað ég var með svo bara googlaði maður eitthvað bara einhverja rétti, bara þetta sniðut og svo bara framkvæmdu það og gerðu það vel sko. Já, yfirleitt var þetta bara mjög gott sko. Já, þú mátt alveg líka bara fá kredit fyrir það og ég var akkurat á þeim tíma sem að var verið að þróa svo mikið ég var hana þegar þau tekur kótiletturnar inn fyrst þegar þú þróaði þær og við vorum að mamma var reyndar alveg svona mikið prikkvirt þær eru geggjaðir grillaðar lambakúlur mamma kom með svona grunninn og svo svona þróaði ég það svona hann væri svona fljótleira og einfaldara sko, já, hún var, má líka eiga það hún var alveg sko svona nauðsynlegu stoppari stundum á já, algjörlega, já mamma er náttúrulega bara svona kona sem er búin að vinna í eldhúsi allt sitt líf ég er þarna orðin eitthvað 60 kannski þegar við erum þarna in our prime ég er bara með svona húsmæðraskólagengin þú veist, bara svona klassísk þekking svo koma svona einhverjir svona graðir ungir gaurar sem vilja bara endalaust vera að prófa eitthvað og gera einhverja vitleysu þannig að hún var svona oft eins og segir stoppari en svo var hún kannski líka samt svolítið þröng sín þannig að ég held að þetta var góð blanda ég fór kannski að vann í bænum í einhverjum nokkra mánuði og var að fara að hinga og þanga og borða og prófa og svo kom maður alveg bara að fara að opna og ég bara hún var stundum bara já, heyrðu ok, hættu nú að tala ég bara bladraði svo mikið allt sem við vorum að fara að prófa og gera og þannig að svona við náðum góðu balans ég og mamma, hún svona með svona enn grunn úr húsmæðraskólanum bara þetta á að vera svona og amma mín sagði þetta að vera svona hún var 77 og einhver kennarinn hennar var eitthvað sem lærði sín fræði seinni heimsstyrjöldinni skilur og svo hún bara eitthvað með einhverja skruddu bara að halda því að þetta á að vera svona ég bara eitthvað er það satt, má ég ekki eitthvað aðeins tvíka með þetta þannig að það var mjög gott sko þetta við gerðum gott saman sko. Já, algjörlega, þetta var svona
Eru þau úr þessari sveit? Nei. Mamma er úr Vesturbænum og Halli stjúpabi var frá Akranesi Já. og eins og ég sagði það var mjög tilvílunarkennt atburðarás sem gerði það verkum að þau enda þarna sko. Hann var að finna fasteignasölu sem að maðurinn sem átti þetta undan keypti þetta í gegnum hann að þau kynntust honum, fóru og fengu eitthvað hundgefins hjá honum eitthvað tíma og svo fóru eitthvað að listu hann af eitthvað helgi og þetta var svona eitthvað algjört, svo bara eitthvað hafði hann eitthvað samband og sagði ég er búin á því þarna og vil ég kíkja á þetta og þá voru þau bara einhvern veginn svo tilbúin að gera eitthvað nýtt, þannig að þetta var mjög random sko, hvernig þau enda þarna sko. Já, en svo náttúrulega þegar ég er þarna líka, þá náttúrulega sko vesinn sko eins og þú talar að þau eru að bæta við fólki. Já. Svo ertu líka komin á hans stað að þú ert lengst út í raskati. Já. Þannig að bæta þessu fólki ekkert einfalt, þú bara ferði ekki eitthvað sem að fer síðan bara leigir en einhvers staðar rétt og tekur strætó í vinnuna. Og við áttum líka ekkert húsnæði, það er íbúðarhús á lóðinni, við áttum það ekkert fyrstu árin sko. Það við liði alveg nokkur ár þannig að við náðum að eignast það. Það var sem sagt þannig að sá sem átti á undan, hann náði einhvern veginn að koma því húsi sem sagt, að gera sér lóð utan það, þannig að þegar þetta fer síðan til Landsbankans þá var sem sagt íbúðalánasjóður með kröfu á þetta hús, þannig að þetta var ekki í skilur pakkanum þegar við keyptum þetta. Svo hafði íbúðalánasjóður greinilega svolítið brendur, þeir voru eitthvað teknik sko, þannig að það fór ykkur peningar þarna út sko, þannig að við vorum alveg stóðum í stappi við íbúðalánasjóð alveg nokkur ár að reyna að fá þetta hús á einhverju kristilegu verði því þetta hús var ekki í góðu standi sko. Og Halli stjúpabi, hann var semst fasteignasali alveg í 30 okkar ár og hann, semst, þetta var náttúrulega eftirhrunnsárin, íbúðalánasjóður var ennþá sem árum að selja eignir út alland í svona pökkum, kannski keypti einhver 3 hús hér og þar út landið og fékkst það svolítið á góðu verði. Þetta hús var komið inn í einhvern svoleiðis pakka. Halli stjúpabi fór fekk byggingafulltrúa til að koma og skoða húsið og dæma það ónýtt og náði alltaf að eyðileggja söluna fyrir íbúðunum að sjá þessu húsi og þeir voru náttúrulega ekkert rosalega glaðir með það, þannig að svo endanum náðu við að ná einhverju balans með íbúðunum og fá eitthvað verða það sem allir voru svona við sátt með og þeir alltaf var nógu sátti með að vilja selja. Fórum í bankan og sagði, við verðum að fá lán fyrir þessu húsi þetta. Það kostaði 5 milljónir eða eitthvað, bara eitthvað ekki neitt, sko. Fengum ekki lán. En við keyptum það samt. Það reddast bara. Og við redduðum því einhvern veginn. Þannig að þá erum við komið allavega 1 hús. Þannig að þetta var mjög snúið þarna í byrjun. Að þurfa að fá starfsfólk á svona strjábýlu svæði og vera ekki með húsnæði eiginlega fyrir neitt sko. Þannig að árin sem við áttum ekki þetta hús var algjört. Já, dýrt að vera búin að gera upp hótel á efrihæðinu sem allir sem bara nota fyrir starfsfólk sko. Já, það var einmitt, gekk ekki upp sko. Þannig að þetta var mjög gott að eignast það hús sko. Og síðan þá erum við búin að bæta við svona einingahúsi fyrir aftan og svo var þetta gamalt svona slökkvið skúr eða hvað ég að kalla hann. Við erum búin að taka það líka og breyta því í húsnæði. Þannig já, það sem betur fyrr, staðan betur í dag í því. En sko, samt ætla ég að leiðrétta það ekkert mál fyrir fólk að fara í strætó þangað. Það er Reykjavík Akureyri. Reyndar. Það er eitthvað 4 tímar. Það er ekki einu svona skipta á leiðinni. Bara einn strætó. Stoppa í staðaskála í Pisseri. Já. Jú, það voru teknir nokkrir öllar á leiðinni heim í strætó stundu sko. Já. var maður búin að vinna kannski 3 vikur og svo bara kíkja í bæinn eina helgi og þá var bara að opna einn í strætóskílinu. Já, þú varst líka alltaf svona svolítið eins og beljan sem var hleypt úr fjósið þú varst að fært að fara í bæinn nýbúin að fá útborgað, svo bara fór hann í svona 5 daga, svo kom hann tilbaka svo kom hann tilbaka alltaf öllu nýjum fötum, nýjum skóm, ný húa alveg bara svona sólbrendur og svona, maður fekk alltaf tilfinninga bara, vá, það var greinilega þurfti aðeins að komast út sko. Já, þetta var bara hannig þetta er náttúrulega ekkert fyrir alla en ég dýrka þennan tíma að vera bara lokaður inni í þessu og þið náttúrulega, það sem að þú gerir mjög vel er að þú ert ekkert lokaður á allt eins og þegar ég var hann ég lærði svo mikið burt sér frá því að vera í eldhúsinu, þú veist, ég fekk svo mikið að þið leiðu mér að fylgjast með bara plönin og fjármálin og allt þetta þannig að sko lærdómurinn minn hann var alveg gríðalegur sko. Svo er líka oft að þjóna bara, ég meina við skiptumst oft á bara kokka og þjóna, skilur það er líka, það er mjög sterkt fyrir veitingamann að þekkja báða hliðar svolítið vel bara sem ég hef bara fundið stundum
að því ég oft bara báð megin, hef gert það og það vant að svona, það mjög sterkt ef að manneskjan sem í eldhúsinu, eða sem að stýra eldhúsinu og manneskjan sem að stýra frontinum, ef að þær hafa aðeins skilning fyrir því sem að gerast hinum með við vegginn. Já. Það er gott. Já, ég maður þegar ég var í grunddeild matvæla, það var kennar þar sem sagði það reyndi alltaf að fá einhverja nemendur til þess að læra bæði. Vildi að það væri svo opbáslega sterkt starfsfólk sem væri bara mentað kokkur og þjón. Já. En það er náttúrulega djöfulegt að klára það. Já, bæði, sko. það Og súrt líka að fá leið á bransanum sko. Tvímenta þig. Já, ég kom hana fyrst, þá var ég bara bara að hanga heima, bjó hjá og afa, þau voru alveg komið nóð að ég væri bara eitthvað að hanga heima. Já, eðlilega. Þá bara var kíkt í blaðið, þar var einhver auglýsing, ég var látin senda einhver tölvupóst. Býtu, setti ég auglýsing í blaðið? Með minni það sko. Já, minni það sko. Já. Og þá sagði ég var alltaf með afsökunni, það er ekki vinna að fá. Svo bara kom með blaðið og bara hérna. Þarna er starf. Hún bara sendi tölvupóst. Svo var ég bara keyrður, skilin eftir. Út með þig, bless. Það var svolítið svoleið. Já, ég man alveg eftir, ég man að kom einhver umsókn frá þér og ég man ég náði mömmu, þetta var ein myndaðir og stóð starfsferill, ég held að stóð bara úlingavinnan og hampiðan og mamma eitthvað, jú, hann er örugglega, við bara látum á þetta reyna, ég eitthvað, er það sant? Ég sendi einhvern alveg agalegan tölvupóst líka sko. Nei, þetta var alveg fínt bara. En þangað fór ég og var það manni. Já, þú ertu rosalega grand. Já, svakaflótum. Já, en hvað komið með mikið af starfsfólki? Þetta er orðið svona kannski 8 manns yfir veturinn og kannski svona 16 til 18 manns yfir sumarið, eitthvað svoleiðis. Og það er bara fungera fínt sko. Ég held við erum svolítið búin að maxa staðinn í núverandi mynd. Veist, við bara bæði bílastæðilega séð og veist, bara hvað við erum með að sætum og svona. Þannig að þetta verður ekkert mikið umsvega meira eins og þetta er núna. Nú erum við aðalega bara vinn í því bara að reyna svona taka fjármálun í gegn. Þess að það var svolítið bara í svona á þróuna árunum þá ertu bara endalaust ofan í pottunum og að smakka og þá bara svona slætaði reksturinn einhvern veginn. Nú erum við svona undanfarin 2 ár búin að svona rýna í reksturinn og reyna að bæta og gera betur í reksturinn og erum svona búin að taka heilmikið til og svona erum bara að vera komin á nokkuð beinabraut og erum líka, það er allt komið opaslega fastar skorður hjá okkur, við erum búin að finna út bara, hvað er það sem fólk vill sem kemur inn. Við þurfum ekkert endalaust alltaf að vera að koma með eitthvað nýtt lengur, sko. Við erum bara að koma með eitthvað svona klassíska matseðil, fólk vill fara að fá okkur að prófa eitthvað nýtt og framandi og færa bara eitthvað annað, hjá okkur er þetta bara orðið svona, þú getur bara treyst í að þetta er eins og þetta er og þóttu að koma fyrir 2 árum og kemur aftur, þá þetta er ennþá nokkurn veginn eins. Við erum búin að fjárfesta mikið í góðum tækjum og græjum og bara að geta haldið standard. Það er svona það sem við erum að fókusa núna, bara að reyna að halda standard, láta fjármálin vera í lagi og láta þetta bara rúlla sin veg, sko. Ef það gengur, þá erum við sátt, sko. Hvernig hljómar matseðilinn sem við erum með núna í boði? Já, sko, við erum alltaf að selja opaslega mikið af súpum, kjötsúpu og súpu dagsins. Svo seljum við svona lambakótilettur, grillaðar kjúklingabringur og djúpsteiktur þorskur. Þetta er svona aðalrétturinn og svona alltaf seljum við alveg ofbáslega mikið af hamborgurum, sko. Það er alveg gríðarlegt magn. Og erum búin að vera að versla núna alveg í mörg ár hamborgara af B. Jensen fjölskyldunni á Akureyri. Það er sem sagt kjötinamenn sem eru þar bara slátra sjálfur og verka sjálfur og vinna sjálfur og bara eru allt í öllu þar, sko. En Kauffélag Skagfirðinga var að kaupa það batteri, þannig að við bara fyrir 3 vikum síðan þá bara fáum við ekki lengur borgarinn okkar, sko. Þannig að bara búið að loka því. Það er alltaf fara á nokkra arma í þessum geira, sko. Kauffélag Skagfirðinga, fyrir nokkrum árum þá var maður að versla ESU gæðafæði og kjarnafæði og B. Jensen og Kauffélag Skagfirðinga og orðið þetta allt saman í dag og ég líka stundum hort eins og við náttúrulega erum að versla Millunni, við verslum mikið á Jónsson og Kóper og Ísam, verslum náttúrulega ofboðslega mikið af Fastus og það er sama
fólki sem áorðið all þessi fyrirtæki, skilur við. Þannig að það maður svona, líka sem maður sé nú undanfarin ári bara, hvað samþjöppunin mikil, þú veist, og bara Akkurat. og bara svona til þess að koma inn á svona pólitíkin í dag, að nú vera að rífast kvótafrumvarp og að sé ekki hægt að hækka skatta á kvótan. Öll þessi fyrirtæki eru keypt meir og minna fyrir kvótapeninga. Já. Það ísdrottningin í Vestmannaeyjum sem á allt þetta Fastus, Milluna, Jónsson og Kopper, Ísam og allt það, svo kaupfélagið sem heit. Það þú veist, svo mikið fara alveg út í þetta allt saman, en það er alveg hluti ástæðan fyrir að hlutinir eru erfiðir í veitingabransanum það svo fáir einstaklingar sem eiga alla peningana á landinu og þeir stýra fasteignamarkanum og leigumarkanum á höfuðborgarsvæðinu og eiga meir og minni öll stærstu fyrirtækin. Svo eru við einhverjir ræflar að reyna eitthvað að gera, þú veist, og kunnin alltaf bara kvartar að verðin verða á há, en það samt alltaf að meira hlutin af peningunum að fyrir annað til bankans eða bara til auðmanna. Það bara svona eins. Og þetta bara samt líka bara þegar þú horfir á ósangirnin sem í rauninni verðin hjá byrgjum, ég meina því stærri sem þú ert í minna borgaru fyrir það sem þú ert að kaupa. Já. Það líka þannig, því meira sem þú verslar því ódýrar að færa það, sem gera ennþá erfiðara fyrir minni staðið að keppa, það sem að þú minni afslátta á bara öllu sem þú kaupir, öllu græmmitu, öllu kjötu, öllu brauði. Auðvitað, já, ég ætla ekki að grenja of mikið í því, maður er alltaf búin að berjast fyrir að reyna að fá sem bestu verði núna í mörg árin. Auðvitað segir sér sjálft að, ég meina, festi sem á N1 þá líka krónuna og N1 fær bara sömu veðin á krónan, skilur við. Auðvitað ég Kitty feiti í sveitin ekki að fara að keppa við það. Ég bara gleymt því, sko. En þetta ekki bara vestlaði bónus sko, við gerðum það árum áður, þú veist, þegar þetta var svona minna sig, þá fór maður bara yfirleitt í eina stóra bónusverð á hver einstu viku, svo þetta var svona mikið, þú veist, getur ekkert verið að standa í því, þú veist, í dag erum við ekkert í því, en verðin á ýmsu sem við fáum bara svipað og í bónus, sko. Þannig að, já, það erfitt að vera lítill. Ég man allan eftir því tímabili þegar maður var reka sína litlu veitingastæði, þá fór maður mitt í bónus og ég tók alltaf 5 körfur og stútfyllti þær. Já, náttúrulega klálega, ef þú ert einhvers staðar sem bónus bara... Þetta var náttúrulega bara rétt hjá mér, skilur við. Það er allt annað heldur en að búa út í raskati. Já, einmitt. Já, ef maður stílar það, náttúrulega líka bara erfitt að þú pantar ákveð mikið magna ykkur og svo verið að flytja það helviti langt og svo kemur það og svo kannski bara helmingurinn salatin ónýtt og hvað gerir maður þá? Auðvitað, já, þetta bara klálega og náttúrulega hluti af því að eins og ég nefndi við ykkur, við erum búin að taka til í okkar rekstri, þá er maður náttúrulega að rýna í allt saman, þá náttúrulega hægt og rólega erum við búin að vera að hækka verðina eins bara til þess að láta þetta ganga upp, þú verður náttúrulega bara að geta borga allt sem þetta borga lánunum og það eru mjög háir stýrivextir og já, það sem kannski fólk gerir sig ekki alveg grein fyrir eins og í strjábílinn eins og hjá okkur, þú veist að við erum að borga held ég næstu í 800.000 á mánuði í rafmagn og þú veist, helmingurinn af því flutningur á rafmagninu, af því við erum svo langt í burtu frá all. Svo náttúrulega bara hitaveitan þú veist, opbóðslega langt í burtu líka og við þurfum við þarna sem búum í sveitin erum okkar eigin vassveitu sem einhverjir grjótharðir bændur fóru upp í fjall og bara tömdu þarna fyrir einhverjum 40 árum, og við þurfum að vera með okkar eigin hreinsistöð fyrir skólpið sem bara út af fyrir sig var framkvæmt upp okkar 10 milljónir á sínum tíma, þannig að það er allt svo dýrt og þú veist að reka húsnæði fyrir allt starfsfólkið, það fer ekki bara hendi sér og fyrir að sofa. Það þarf að borga gjöld af því líka. Já, þú veist, þannig að vera með eitthvað svona einingu, eins og þú segir bara, úti í raskati, þú veist, ég held ég sé ekki að móðga neitt fyrir að segja það, við erum bara hérna in the middle of nowhere á frímerki á þjóðveginu. Það er ofboðslega hlutfallslega hár kostnaður og bak við allt, sko. Já, fólk kannski sem bara alveg upp í bænum, það náttúrulega átt að sig kannski ekki á því heldur að það eins og bara rusl, maður fyrir bara með rusli og sorpu og svo bara komið á tæmt og maður pælir ekkert í því. Já, ég meina nema náttúrulega þú ert komin á veitingastæði og svona, en þú veist, það er bara smá prósenta af því sem þú þarft að borga þegar þú ert komin út á land. Ég meina, við ringjum út ruslagáminn hjá okkur og ég held alveg örugglega við fáum orðið 200.000 króna reikning þegar hann er tekinn. Það var einhverju reglugerð breytt, þetta er allt eitthvað Evrópusambandsdæmi, að sveita fyrir einhverjum 2-3 árum, það var breytt held ég örugglega, ég er ekki alveg viss, að sveitafélög með ekki lengur borga með sorphirðunni
ég hringdi einhvern tímann að spyrja, býtu, hvað að frétta, okkur kostar allt í þrefalt fyrir okkur að henda rusli. Það var eitthvað svona ESB-dæmi, sko. Já, þetta flókið maður. Já. En þetta stuð, ég líka að segja alltaf, það engin almennilega heill í höfðinu sem að í veitingabransan. Þú ferð ekkert út í þetta bara og hangir í þessu, ef þú fattar þau, þetta ekki klikkun, sko. Já, en svo líka sérstaklega, sko, þegar maður svona aðeins fyrir að eldast, eins og bara, þó maður sé ekki, ég ekki mjög gamall, en þú veist, ég 30 ára. Já. Það alveg mikill munur á svona orku stíginu á mér og fyrir 8 árum. Veist, þá, ég gat unnið endalaust fyrir 8 árum og bara satt brandar á res. Í dag ef ég vinn of mikið, þá vaknaði illt í hnénu og öxlinni og þú veist, það kannski bara því að maður búin að standa of mikið og labba of mikið. Þetta mjög slítandi. Það mjög gott að taka það inn í myndina. Veist, bæði náttúrulega bara svefnin okkar óreglulegur. Ég finn það bara, þú veist, bara eiga börn í leikskóla og vera að vinna vaktavinu, þú veist, bara það fokkar mann svolítið upp, þú veist, stundum alltaf bara að vakna 7:30 og svo klukkan 12 eða 1 og þú veist, þú líka með henni alltaf einhvern veginn að berjast við að búa til einhverja rútínu og ég held ég fara alveg örugglega með rétt mála að vaktavinu fólk, það deyr fyrr en hinnir, sko. Já. Þannig að við erum alveg að fórna þarna, sko. Ég held að það hljóta að vera. Já, það bara svoleiðis. Það kemur ekkert óvart. En það allt vaktavinu fólk, það líka bara hvort þú ert að vinna á spítala eitthvað, þú veist, þetta bara ákveðin fórn að standa í þessu. Og það líka bara yfirleitt vaktavinna yfirleitt bara á þeim stöðum sem að álag. Já. Þú veist, það ekkert vaktavinna nema að sé aksjón yfirleitt. Nei, það alveg rétt. Þannig að þetta já. Já, og svo náttúrulega ef þú vilt halda þær í bransanum að hætti vaktavinnu, þá verður bara að fara í ákveðin störf. Bara svolítið. Já, ég meina það, þú veist, það bara partur af þessu. Þú veist, það finna allir sitt hvernig þú ert bara búin með kvótan í þessu. Það ekkert mjög margir kokkar sem að detta á ellilífeyri bara, þú veist, að hætta að vinna í eldhúsinu 67. Það gerist alveg, sko. Það gerist alveg, en það hlutfallslega að sé að það ekki mjög algengt. Nei, en þá ég með spurningu fyrir þig. Sérðu fyrir endan á þessu? Ertu með 15 ár í þér í viðbót? Sko, ég ekki með 15 ár í mér að vera þarna að gera nákvæmlega það sem við erum að gera. En ég gæti alveg hugsað mér að halda áfram í þessu á einhvern hátt, sko. Það einmitt líka bara það sem við erum að skoða, veist, hvað ætlum við að gera? Veist, ætlum við að halda áfram að eiga hana stað eða ekki? Það alveg líklegt. Ég bara veit ekki. Þetta mjög stór spurning. Mamma náttúrulega hætt að vinna. Þannig í dag þetta ég og Agnes systir sem að rekum þetta og þannig að við erum svona bara, erum svolítið að spá í framtíðina. Við erum bara, planið alltaf bara að koma þessu fyrirtæki í balans, okkur langar til að taka húsin öll, klára þau, klæða þau, taka umhverfið, gera þetta fínt og svona ljúka svolítið þessu sem við byrjum á, þú veist, bara þetta verkefni sé búið. Það er náttúrulega ekki alveg klárt, sko, þannig að við þurfum aðeins að halda áfram, sko. En segjum að bara eftir 5 ára og myndi bara selja og bara lappa í burtu. Já. Hvað myndur þú vilja gera? Myndur þú halda þær í bransanum? Já, þetta mjög góð spurning, sko. Ég bara veit ekki. Nei. Það svo margt sem spilar inn í þetta, sko. Mér finnst þetta ekkert óheillandi að halda áfram, sko, en ég kannski ekki að fara taka stefnuna að vinna 12 tíma kokkavaktir alveg bara, en ég get alveg hugsað mér að halda áfram í rekstri. Mér langar til að fara í rekstur í Reykjavík, sko. Og við höfum alveg pælt í því, þú veist, að skoða þann möguleika, en svo náttúrulega það samt svolítið spooky, sko. Ég held að það eftir að opna hárgreiðslustofu bara. Já, það gæti alveg verið. Hann alveg líklegur til þess að fara bara að opna rekstur í Reykjavík og bara byrja næsta partí, sko. Já, það gæti alveg gerst, en þú veist, maður þarf að taka og plana það mjög vel, sko. Það sem svo spooky að sjá alla þessa frábæri staði fara á hausinn. Já. Það dregur svo úr manni, sko. Það sýnir manni hvað þetta er. Já, þetta svo brútal leiga og brútal aðstæði bara að vera í bænum, sko. Kannski líka of margir veitingastæðir. Já. Ég veit ekki. Ég hef átt þetta samtal, sko. Ég mitt að því að það náttúrulega búið alls konar umræður sveit og það stéttarfélag og allt þetta. Margir veitingamenn sem eru finnst þið vera að borga há laun fyrir bara starfsfólk sem kannski ekki þjálfað í fæinu og eru að vinna á kvöldin og eru að borga þeim rosa mikið fyrir það álagsvinnuna. Og þú veist,
Við tölum við hérna Simma Vil Já, og hann kom með svona ágætispunkt með til dæmis af hverju ríkið stígur ekki aðeins inn í hana já, að því að við erum alltaf að tala um það að við erum hérna túristaland sem að viljum fá túristana til okkar já, og það er bara ekkert spennandi að minnka úrvalið og minnka Nei. það sem við höfum að bjóða eins og bara í veitingum og bara öllu gagvart þeim. nei Þú veist, viljum við hafa það áfram þá þurfum við að halda ákveðnu standardi, þú veist, við viljum það er bara spurning hvort að það sé eitthvað lausna að bara hreinlega ríki kæmi með eitthvað til móts við veitingamenn. Já, sko, ég held fyrst og fremst að vandamáli sé húsnæðismarkaðurinn. Já. Bara að húsnæðismarkaðurinn sé svona ofboðslega mikill gróða business er bara, held ég, rótin að vandanum, sko. Ég til dæmis ekki eina sem er að vinna sem þjónn hérna í miðbænum og er að missa húsnæðið sitt og hún er einmitt á markaðinu, ég heyrði svona af því hvernig það væri hjá henni og hún var að skoða stúdíó á svona miðborgarsvæðinu á 300.000 á mánuði sem er náttúrulega klikk. Já, þetta er náttúrulega algjör bilun. Já, Ég vil líka klínu þessu á bankana. já, þú veist, já, ég er að segja, þú veist, já, þú veist, Bankalánin klálega, það er og að það taka líka, síðan sko. dýpri greiningu á það, en, þú veist, en vandamálið er húsnæðismarkaður. Já, já. Að veitingahús þurfa að greiða svona ofboðslega stóran hluta af sinni veltu í húsalegu Já. og fólki sem vinnur þar þarf að borga svona ofboðslega háa húsalegu og ef húsalegan er svona há, þá þurfa launin alltaf að vera há, Já, já. þú ert að geta að lifa. Bara svoleiðis. Þannig að, þú veist, ef maður tekur bara svona veltu mynd af veitingahúsi þá er ofboðslega mikið hluti af innkominu sem fer bara í húsnæði, bæði í húsnæðan og veitingastaðnum og bara við öll sem þurfum að búa eitthvað staðar, er bara svo ofboðslega dýrt að vera til. Já, en þarna erum við aftur komið líka í einokun. Það er, þú veist, ég var bara að hlusta á einn podcasti tala um að það veri 6.000 tómar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu Já, það er örugglega rétt. sem að væri bara verið að sitja og Ég þess að það er bara að seljast ekki, það er bara svo Seljast dýra ekki. nýbyggingar, Já. það var svo dýrt að byggja allt núna undanfyrir 2 ár út að fjármagni búið að vera svo dýrt, Mhm. það bara hreyfast ekki, það var náttúrulega enginn að fara að lækka verðið, Nei, þeir vita það alveg, gera það, þeir sem eru að byggja, þeir náttúrulega eiga örugglega 1000 íbúða og þeirra veltur allt í að halda verðinu háu og ef þú fyrir að lækka eitthvað verð, peningafólki á landinu stjórnar öllu, það er bara svoleiðis. Já, Og já, bankarnir. en svo ég er tiltölulega nýbúin að kaupa íbúð Já, og hérna skoðuðu mikið og svona. Það var einmitt ein nýbygging í Grafarholtinu já, sem var við reynda skoðum ekki en vinkonu okkar skoðaði. Hún var sko 63 fermetrar, já, 65 miljónir. já, einmitt. Þú veist, þegar fermetra verði komið yfir 1.000.000 Já, já. og svo er þetta líka bara fyrir framtíðina. Ég meina, nú eigum við börn. Þú veist, að fyrir þau að ætla að fara að fjárfesta í íbúð, maður þarf eiginlega bara að fara að byrja að spara fyrir þau strax, sko. Já, já, það er náttúrulega bara á Íslandi launin náttúrulega bara að elta þetta alltaf, skilur við. Já, en launin násamt aldrei að halda, þú veist, ef það er hérna 2% hækkun á húsnæðisverði, Já. á móti 2% hækkun á laun, þú sér Já. að það mun aldrei haldast í hendur. Á meðan þú ert að tala um svona stórar upphæðir á húsnæðum, Já, sem að húsnæðið hækki 5 milljónir, já. launin er aldrei að fara að hækka í samræmi með það. Nei, það er alveg rétt, húsnæðisverðið er náttúrulega klálega í skíjónum. Og það mun aldrei, þú veist, prósentulega sé þarft að fara svo tölvert hærri launahækkun. Þú myndi Já. aldrei ná að halda í við þetta nema að fara bara í gríðarlega launahækkun. Og við erum nú þegar komnir svo langt yfir Já, ramman sem að við ættum að vera að eldast við að launin þyrftu bara að hækka gríðarlega mikið Já, já. fyrir ungt fólk í dag. Og svo það náttúrulega, það má ekki hækka þau mikið því þá dreipur túristabransan, skilur Já, við. Það og- þarf að ná að halda verðunum. Mér finnst svona smá eins og, ég held að sé klálega að fara að vera samdráttur í ferðarþjónustunni í ár. Ég er alveg að sopna yfir þessu samtali, sko. Já, ok, við erum konur Þetta er svo þreytt. langt út fyrir. Já, Húsnæðiskjaftaði já, það er alveg rétt. Já, Já. alveg Hvað þetta er þreytt. Já, en allavega sólinn skín í Víðigerði á Norðurlandi vestra, þar er alltaf bara gleði. Húsnæðisverðið er mjög lágt þar með að við marga aðra staði á landinu. Okkur var nú bóðið einu sinni húsnæði þar fyrir 40 skall á mánuði. Já, einmitt. Þú veist, Já, bara einbýlishús. það er náttúrulega bara gegga. Það er kannski lausnin að fara bara út á land. Ég held að það bara drölla sig þangað. Já, Gott nú- að við sveitinni. Nú býr þú í sveitinni. Já, ég býr náttúrulega í Mósebæ. Já, þú veist, Já, það er sveit. Fyrst- Mósvel sveit. Já, 50-50 sveit og bær. Já, 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 Og hérna, búin að vera þar í 15 ár. já. Ertu að fá sveitungan í mat? Þetta hjá okkur fyrir norðan? Já. Já, ég held að við náttúrulega svona fyrstu tryggu viðskiptavinarnir voru náttúrulega fólki þarna í sveitinni, þú veist, það maður fengum alveg góðan stuðning og mikla hjálp frá fólkinu í sveitinni við að svona koma svo laggirnar. Alveg nokkur einstaklingar þarna sem að
Já, ég held ég get alveg fullyrt að við værum örugglega ekki þarna þau hefðu hjálpað okkur. Það þarna, já, klálega búið að rétt okkur mikla hjálparhönd og búið að vera diggir viðskiptavinir og sömulegis náttúrulega trukkabílstjórarnir, atvinnubílstjórar búin að vera mjög góði viðskiptavinir svona alveg frá byrjun. Þetta svona svolítið grunnurinn að þetta fer að ganga og síðan náttúrulega þetta bara orðið mjög blöndu karfa. Það bara mjög mikið af alls konar fólki sem keyrir á leið hjá, mikill túrismi náttúrulega á sumrin og svo svona þetta svona fólk sem á þessar reglulegu ferðir, hérna bílstjórarnir og fólki sem býr í kring. Já, ég man að það var alltaf mjög mikil umferð samt af Íslendingum. Það var mikil. Já, það er alveg meiri hlutin af okkar viðskiptavinum eru Íslendingar. Já. Það er líka að spila aðeins inn í það náttúrulega, eins og ég kom inn á það náttúrulega, húsin og umhverfið allt í kringum okkur er ennþá ekki mjög aðlaðandi. Þannig að ef þú keyrir þarna að veist ekkert þetta, þá er þetta ekkert að kalla á því eitthvað svona, þetta er örugglega eitthvað geggjað. Þannig að svona megni okkar viðskiptavinum eru svona einhverjir sem að frétta af okkur, þú veist, er að koma af eins og nefndu eitthvað svona reputation sem er að vinna með okkur að koma kunnunum inn. Þannig ykkar svona, það sem að kom fólki til eitthvað var kannski bara svolítið word to mouth, bara umtal. Já, það er alveg klálega þannig sko og þess vegna held ég alveg, ég held að staðurinn er alveg svolítið inni, þú veist, þegar við förum í það að gera þetta huggulegt og bæta kannski við sætum og þannig ég sé alveg möguleg tækifæri til vaxtar, þó maður viti aldrei, skilur, en svo náttúrulega við erum líka glímaði bílastæðavandamál, sko, þú veist, það er bara pláss fyrir x marga bíla hjá okkur og við erum ekkert að fara að eignast neitt meira land, sko, þú veist, þetta er bara plássi sem við höfum, þannig að, já. Bara að byggja bílakjallara. Já, það er náttúrulega, við getum farið í það, sko. Gætum sko að hvort koma fleiri hérna rollubændur eða beljubændur? Já, það er náttúrulega töluvert meira af rollubændbóndum held ég leiði mér að fullera það þannig að ef ekki að segja að þeir komi bara svona jafnt og þétt sko. Nú ertu búin að vera hann í 15 ár hefur þið farið í réttir? Nei, ég hef ekki farið í réttir en það er svakalegt það er ekki að því mér langar ekki nei. Það er að því að ég hef yfirleitt alltaf bara verið að vinna mamma hefur farið oft og Agnes er búin að vera að fara ég hef svona svolítið bara tekið á mig að vera á staðnum sko. Ég fer oft í partíin eftir sko. Þegar maður er búin að loka á svona þá mætir maður kannski á ball. Er það að mæta stórréttaballi? Það er nú bara hinum með við götuna. Já, við mætum nú yfirleitt á stórréttaballi. Ég reynda mætti ekki fyrir en annars hef ég yfirleitt alltaf komið. En jú, það er bara mjög góð stemming í þessari sveit. Þetta er góð sveit, gott fólk og bara eins og þú þekkir nú bara. Já. Ég hef farið á nokkuð stórréttaball. Já. Yfirleitt skemmtilegt. Já, þú þekkir þetta líka. Já. Þetta er svona sagan í Víðigerði, mikið búið að ganga á og hérna eins og sagði, mikið vatn runnið til sjávar og við erum bara komin á svona þokkalegan stað í dag og við erum bara að reyna að einbytta okkur að halda því. Þetta er búið að vera rosalega hlykkjóttur vegur að komast á þennan stað sem við erum í dag og ef maður hefði ekki verið ungur og orkumikill þá hefði maður aldrei komist í gegnum þetta. Ég gæti ekki byrjað á 0 í dag og komist á staðin fattið sem ég er síðan í dag. Ég hef aldrei lifað af sko. Þetta var bara svona skrifa í skíin. Ég var í ykkur viðtali, ykkur útastýttunum daginn og sagði sko ég var nógu vittlaus til þess að halda þetta myndi bara taka svona 2-3 ár að koma þessu í gang sko. En ég var samt svona rétt svo nógu klár til þess að hafa það samt af sko að koma því í verk en ég var svona mátulegur sko. En ég var akkurat svona hausinn á mig var á réttum stað til þess að maður einhvern veginn trúði síðan alltaf þetta yrði betra árið eftir og þetta væri síðasta svona ábúslega erfið árið auðvitað ekkert haldi áfram en við höfum bara vita að þetta væri bara að fara að vera 10 ára svaðalega erfiðri og mikill vinnu sko. En þetta svona mjakaðist alltaf í rétta áttina þá hélt maður áfram. Og myndirðu mæla með fyrir unga mann að fara í rekstur? Ég myndi alveg mæla með að fara í rekstur, já. Ég hefði betur kannski kynnt mér málin aðeins betur. En svo er líka bara oft mjög gott að henda sér í djúpulögina. Þetta var náttúrulega bara svolítið skóli fyrir mig, bara að læra allt the hard way. Þannig að maður kemur náttúrulega svolítið öflugur út úr þessu, en þú þarf líka að lifa af. Ég man eitthvað Bubbi Mortens að þetta, hann er rosa öflugur eftir að hafa að lifa allt sem hann er búin að lifa en hann þurfti líka að lifa það af sko, og var svo sattur í dag. Það er þetta gott. Það er ekki allir sem lifa það af. Nei, þú veist það að komast í gegnum stormin sko, og þetta bara búið að vera
maður hausinn á maður er sem búin að vera alveg bara í köku og þú veist, og þó ég geti svona hlegið aðeins öll í dag, þá var maður alveg búin að sitja þarna grátandi bara, þú veist, að því maður bara sá ekki sólina, sko, þú veist, að bara hvernig eigum við að komast út úr þessu eins og staðan er núna, sko, þannig að hæður og lægðir, já. Það er líka þegar maður er búin að fjárfesta svona miklum tíma líka í hlutina, þá verður maður að láta það ganga. Já, og þess vegna eins og í dag náttúrulega maður er búin að setja bestu ára ævi sinna í þetta, þá auðvitað náttúrulega bara klára maður þetta mál, bara ekkert annað í boði, og þú veist, þannig að, já. Blóðsvit og tár. Já, einmitt, og maður kemur bara, maður er með breiðara bak og komið bein í nefið og þú veist, bara svona aðeins svona. Er það ekki brjóskglaða lengur? Nei. Bara gott högg í nefan ef maður skildi láta vaða. Já, skiptast á höggum. Já, veistu, ég held að sé örugglega margir veitingamenn sem tengja við þetta, þú veist, að starta veitingahúsi er bara, svo ef þú ert ekki með fulla vasa fjár, þá ertu bara alltaf að fara að harka dálítið mikið til að byrja með, sko. Já, ég held að flestir í dag fara ekkit út í það að byrja með veitingastað nema að vera með eitthvað svona svaka konsept og pælingu og fjármagn á bakvið það, sko. Algjörlega. En þetta er svona, það sem er mjög slíka magna einmitt við þína sögu er þetta bara byrjaðir, tókst þannig við einhverju ræði út í sveit, sko, læra hárgreiðsluna, mættur einhvern veginn bara að steikja hambúrgara og elda fyrir trykkabýrst fyrir að reyna að finna út úr þessu. Já, við komum svolítið bakdýra megin inn í bransan, sko. Það er bara þannig og bara þurftum að læra, það er náttúrulega örugglega líka ástæðan fyrir þetta tók svo langa tíma hjá okkur að við náttúrulega bara, maður hefur enga menntun eða reynslu úr rekstri og þú veist, þó við kannski kunnum og vitum eitthvað mat, þá erum við samt ekki kokkar, þú veist, þannig að bara að læra bara á allt í kringum þetta var bara, maður þetta bara gangi gegnum erfiðan skóla fyrst áður en þetta fór síðan eitthvað svona aðeins að snúast í þetta átt, sko. Og allir þessi réttir, er það eftir ykkur eða hafið þið fengið einhverja matreiðslumenn eitthvað til að hanna eitthvað? Nei, ég held ég get alveg fullyrt að allt sem er á matsölunum er eftir okkur, en auðvitað verður maður náttúrulega samt að það er náttúrulega fullt af fólki búið að koma og vinna þarna með okkur og auðvitað skilja allir eitthvað eftir sig, þú veist, það er allir með sína punkta og koma allir með eitthvað svona til leggja til málana, þannig að þau eru allt svolítið þróast náttúrulega bara með fólkinu sem er búið að með okkur, en ég myndi segja í dag erum við ekki að leitast eftir því, þú veist, þetta er allt svolítið mikið komið bara svolítið skrifað í stein og þannig að við erum svona þróunarvinnan er svona mjög langt komið, nú erum við meira bara eins og ég sagði, bara að reyna að fókusa á að halda standard, kenna öllum bara okkar fræði hvernig við gerum og af hverju við gerum hlutina eins og við gerum þá þannig að, en þróunarstarfið var mjög skemmtilegt og við erum svo sem alltaf eitthvað aðeins að gera og breyta og bæta en það er mjög gott svona þegar maður finnur og maður er komið góða lendingu og kúnnin er bara ánæður fattiði, þarf ekki alltaf að vera að gera eitthvað nýtt en það er kannski allt í lagi að sinna milli. En börjarnir hjá okkur, hvað er til dæmis hambúrgarinn þungur sem að, er það allir alveg eins? Saman borgarinn og alla, þú veist, Bernisborgar? Það er náttúrulega líka svolítið spilar inn í, þú veist, að við náttúrulega fáum alltaf dálítið mikið að bara alls konar fólki í vinnu í eldhúsið og þurfum að kenna þeim og þá er náttúrulega gott að vera ekki að flækja hluti nógu mikið, sko. Þannig að við erum bara með klassíska 120 gramma borgara vorum búin að vesla hambúrgara frá B. Jensen fjölskyldunni alveg örugglega í 5 ár og það voru bara var algjör hágæða vara bara, þú veist, ekki engu bætt í þetta og 100% ungnutakjöt og með alveg frábæra græju sem passa, þú veist, að ef það er pínlítið brjóska eða eitthvað þá fer borgarinn ekki með í ferlið, sko. Þannig að við erum búin að, enda eins og sé, hambúrgararnir okkar eru náttúrulega okkar brauð og smjör, sko. Magna hvað þessi hambúrgarar þurfa alltaf að vera svona vinsælir. Já, þetta er Íslendingar eru rosalega mikið hambúrgarafólk. Það er alveg magnað. Það er alveg rétt, það er bara rannugur staðir, hambúrgarstaðir, sko. Já, og svo kannski einmitt einhver staðir sem er bara með eitthvað rosalegt konsept, svo svona oft einhver einn helvits hambúrgari, þú veist, bara til að hafa alltaf þakka niður í hérna. Já, það verður að vera hambúrgari. Já, þú veist, það allavega er ótrúlustu stöðum að fá hambúrgara, sko. Hvað ætlum sérst að taka marga hambúrgara á dag, svona ágæti stegi bara á sumrin? Ég veit það ekki alveg. Ég veit ég er að selja svona umtalið 40.000 hambúrgara á ári. Það er alveg slætt. Hvað það er á góðum degi, það sé ekki, ég veit það ekki.
200 hambúrgarar þetta er náttúrulega samt, þetta er alveg ágætlega stór matseðil, skilur, þannig að þóttist okkur finnst við alltaf vera elda hambúrgarar, náttúrulega fer opbóðslega mikið súpa og það er kótiletturnar og fiskurinn og kjúklingabringur, og líka Íslendingar eru mikið kjúklingafólk líka okay. við seljum opbóðslega mikið af kjúkling, það er bara alveg það stoppar aldrei, sko. Svo hefur stundum með mitt ástæðan fyrir að tala um svona að við séum ekki að breyta því, maður hefur stundum fengið fólkin og sagt, það ert ekki að fara að breyta einhver, það er ekki að fara að taka eitthvað út og gera eitthvað nýtt, og ég er bara svona ok, þú veist, hvað eigum við að taka út, skilur allt sem við erum að gera er að seljast vel, ef það væri ekki að seljast vel, það væri ekki að matselum, skilur að því svo líka fólk segja mér, þú verður að minnka matselum, þú verður að setja eitthvað nýtt og bara já, þú veist, en hvað, skilur það verður að vera fiskur, þú veist, og við erum ekki að fara að hætta að taka út réttina sem að mókast út kótilettur og kjúklingabringur, og þannig að við ákvæðum bara fyrir svona 2-3 árum, þú veist, bara þetta er bara komið, við erum bara með gott konsept, þetta er bara að virka, fólk þarf ekki að stoppa hjá okkur í hvert einasta skipti sem að keyri fram hjá það nokkar í eitthvað annað þá veit það bara samt að hlutirnir eru bara eins og þeir eiga að vera hérna hjá okkur. En nú er ég með stæðistu spurninguna eru það að selja pulsur? Nei, Bjartur, ég get sagt þér það, komst þessu ekki á? þegar ég byrjaði að vinna hjá honum þá voru það að selja pulsur já, við vorum að selja pulsur í byrjun, sko. Ég get sagt það að ég og Kristín við borðum pulsu svona 5 sinnum í viku. Já. Við settust ekkert eitthvað mikið í hádegismat, en við fórum og borðum alltaf pulsu. Já, við fórum alveg illa með æðakerfi á okkur bara hérna á þessum árum, sko. Það voru 2-3 pulsur á dag, sko. En það Eru það að segja? Já, þú ert að fara illa með æðakerfi? Já, en ég er nefnilega svo gríðarlega mikill pulsukall. Mér finnst það að vera bara einn heiðarlegasti besti matur sem þú færð. Heiðarlegasti? Já. Nei, hættu. Og þetta við lifðum á pulsum. Já. En við tókum út pilsunar svona á einhverjum x tímapunkti þegar við fundum að við vorum svona meira að taka stefnunni að vera restaurant og það var ekkert að passa að vera með og komið hótelgesti, þó var kannski fólk að sitja, borða lambakjöt og drekka rauðvín, svo bara fullt af einhverjum krökkum hlaupandi með pulsur staðinn, skilur. En þetta var samt rosa ákvörðun og við lentum alveg í því oftar en 2 og oftar en 3 að svona þessi típiski íslenski karlmaður svona bilinu 35 til 70 ára rauk á dýr. Þetta væri samt gott upp á take-away að gera. Þú veist, ég vil móka út í bílana og fólk var ekki að taka upp sætin inni, sko. Þetta er samt svo ef við gætum einhvern veginn stjórna því, skilur, en svo þegar þú ert komin á staðin sem við erum í dag, að þú veist, það kom ekki allir inn sem ætla að koma, það er fullt af fólki sem keyrir framjá bara því að röð út og hérna, þú veist, þannig að ef þú ert með pilsur og það selja þær á 500 kall, svo bara sest hérna 8 manns og teppar hjá þér 2 borð með eitthvað nokkra pulsur. Það gengur bara ekki. Það getur verið svona viðbóta business fyrir því, Bjartur, bara flytja ánga aftur og vera bara með pulsus gæjana fyrir utan. Við gætum náttúrulega byggt skúr úti, pilsuskúr. Þú getur bara verið þar. Það er þetta geðu að vera með pulsuskúrin, maður. Já. Svona drive-thru. Já, það væri mögulega eitthvað sem myndi ekki meika sens, sko. Ef við værum með svona úti pulsusölu bara beint í bílana, sko. Kleinurringi og pulsur. Já, þetta er mögulega hugmynd. Ég seti þetta í hérna pulsuna inn í kleinurringina. Já. Það er maður ekki fara að eyðileggja klassíkina, sko. Það er komin út í synd. Nei, en já, þetta er svona er þetta hjá okkur í sveitinni. Já. Þannig að, já, við erum bara nokkuð sátt með þetta og bara, já, erum ekkert að breyta hennu. Og þið ætlaði að loka í 6 vikur? Já, við gerum það alltaf, lokum fyrir jólin. Þá ætlar ég í framkvæmdagalan og hvað ætlar að taka næst? Er það 1. des? 15. des, já. Okay. Lokum þá í 6 vikur út janúar. Það er alltaf eitthvað. Það bara er listi sem aldrei tæmist, sko. Það er aldrei búin og eins og einhverju hérna í sveitinu sögum svo þeir eru búin að vera hérna nú lengi, sko, svo byrjar aftur á því sem að þú byrjar á fyrst, sko, þegar heldur þú sért að vera búin, sko. Þannig að það stendur hérna eldhúsinnréttingin þá í staffahúsinu. Já, sem þú skrúfaði saman. Já. Hún gerir það, já, ég er búin að setja nýja borðplötu og ég er búin að bæta við hana og stækka hana. Já. En þínir grunnskápar, þeir standa enn og hakkaðir. Já. Þetta flinkur. Þetta IKEA? Það var IKEA. Já. Okay. Já. Það eru 6 kantanir. Já. Ég man líka að þetta flæktist aðeins, sko, þegar við fórum að fara í hérna staffahúsi. Já. Þegar þá vorum við komið þá vorum við að deila húsi svo var alltaf fólk sem að vakna eldsnemma til að sjá morgumatinn. Já. Og við náttúrulega fórum kláruðum
fórum kannski fengum okkur 2 bjóra eða eitthvað. Það sé alltaf 2 bjóra. Það var alltaf svona 4, 6 eða 8 bjóra. Það er ekki svo lítið úr bjórnum. Það fengum okkur svona 2 bjóra eða eitthvað. Það gerist aldrei að fengum okkur 2 bjóra, sko. Það er svo skrítið að segja, já, svo settust þið niður og drukku 6 bjóra. Já, reynda, þetta hljómar betur náttúrulega að segja bara 2. En svo, en þú veist, maður fekk, það var fólkur alls konar löndum og mikið pólverjar og mikið, Litvanar og eitthvað svona. Já, frá Tjekklandi Já, og maður var kannski að koma og svo kveikti maður á bíómynd, skilur, og það náttúrulega var, þú veist, gamalt hús og heyrðist allt annað hinum megin og maður var heitt í hamsi að geta ekki fengið sér bjór og tala saman. Já, við erum alveg búin að díla við þetta. Þetta er líka, ég held að það sé margir á landsbyggðinni sem þekki þetta, að það er óbærslega kunst að ráða fólk sem þarf að vinna saman og búa saman. Þú þarft alveg að velja svolítið í teymið út frá báðum hliðunum, sko. Og maður læri þetta svolítið the hard way, sko. Ef þú ert með fólk sem bara allt í háa lofti í starfsmannahúsinu, þá bara finnur kúnnin það alveg mjög vel, sko. Ef öllum er orðið fyrir eitthvað illa við hvort annað. Þannig að þetta ég er alveg vissum að það eru margir sem að tengja þetta, að bara að ráða fólk sem er að vinna og búa saman er heljarinnar mál og það bara verður að virka, sko. Já, hvernig fannst þér að fara úr þú veist, því að vera við vorum bara fáir yfir í allt í að vera með starfsfólk og þurfa að managea allt þetta fólk. Hvernig varstu fljótur að ná því? Nei, ég myndi segja að það alveg vera annar lærdómur, sko. Það, þú veist, þú þarft að þú lærir að þú þarft að þú getur ekki verið vinur allra. Nei. Þú veist, það þarf einhver að stjórna að vera leiðilega einn og það tók mér svona smá tíma að sætta mig við að ég þyrfti að vera sá gæi, sko. Það var gaman að vera bara þessi hressi og allir mjúkir, sko. En já, nei, það var smá svona dæmi að læra það, þú veist, að vera bara yfirmaður og með fólk í vinnu og vera með reglur og við erum búin að díla við alls konar þarna, þú veist, ég ætla ekki út í það nákvæmlega, en í dag erum við komið með bara mjög svona gott og að líka ákveðið atriði að kynna eins vel fyrir fólkinu, eins og einhverju bara heima á sér í Pólandi eða Tjekklandi eða eitthvað og er að skoða að koma að vinna í strjábílnu í Víðigerði í Húnaþingi vestra, hann þarf að vita ábúrslega vel að hver hann gengur til þess að forðast einhvers konar ágreining. Þannig í dag þá erum við komið bara svona 10 blaðsíður, þú veist, bara það sem við förum bara yfir allt og bara kynnum algjörlega umhverfið og bara hvað er í grendinni, í hvað ert að koma hérna, hvernig er starfsmann, við erum með að segja bara með loftmynd, grunnteikningu að starfsmannahúsunum, bara að fólk sjái nákvæmlega hérna er eldhúsið og hvað eru margir þarna og reynum bara að teikna upp bara lifandi mynd fyrir fólki, bara hvernig lífið þetta fara að vera þegar þú kemur yngar, hvernig vinnan að fara að vera alveg frá A til Ö, hvað er við að fara að ætlast til að þér, hvað máttu gera, hvað máttu ekki gera, þú veist það og eftir að við svona föttum það er mikið betra að henda út bara svona svolítið hvössu plaggi þá bara frekar fælur burt þá sem að væru líklegir til þess að vera vandamál og þeir koma sem að hugsa sér bara já við getum alveg sætt okkur við þetta og þetta er líka ekkert sem við förum fram á er eitthvað óreittlátt skilur bara þannig að eftir að maður læri þetta bara það er betra að þú veist svona að reyna að grísja frá einhverja sem koma og ætla svona síðan hægt og rólega að fara að hafa hlutina bara eins og þeir vilja hafa það gengur ekki sko ekki svona litlu við erum bara hérna lítil eyðeyja sko þú veist það bara verða allir að virða hvort annað og lifa í sátt og samliti sko þannig að ég man eftir einu sem kom hana og alltaf verður svo duglegur að hlaupa og þú út að hlaupa svo alltaf ertu bara á þjóðveginu það er ekki staði til að hlaupa þú bara hleypur hérna með frá götunni og svo bara fólk á 100 að fara að bruna fram með það hann var einmitt gott dæmi bara þú veist mann sem hefði bara orðið geðveikur hann hefði verið á það lengi sko og við höfum alveg fengið fólk til okkar frábært fólk og bara þú veist sinni starfin alveg ágætlega en þú veist síðan bara eftir 2 vikur þá kemur hann bara til okkar bara sorry ég get ekki verið ég verð bara klikk sko bara, og þetta er svona smá cabin fever að því við erum ekki með svona sveita rómantíkina þú veist eins og við erum hjá bæjum hérna annars staðar í dalnum og svona sem fólk á gott land þú getur farið í góða göngutúra og þú veist þú ert með dýr og náttúru í kringum þig við erum bara með þjóðvegin svo bara skurður fyrir aftan skilur við þú ferð ekki neitt þannig að það er klálega þess að við keyptum starfsmannabíla fyrir mörgum árum skilur bara þannig að allir geti alltaf komist bara getur farið í sund og getur farið þangað sem að æfatti bara verða allir alltaf aðeins að komast af staðnum, það er alveg lífsnauðsynlegt til þess að endast sko og við finnum líka að svona fólk sem er hjá okkur í
kannski 2 eða 3 ára, það er mjög gott fyrir það að fara svona, ef það er erlendis frá að fara kannski á svona 4-5 mánaða fresti í 1 viku, 10 daga aðeins bara fara burt, gera eitthvað allt annað eins og þú fannst sem ég líkti við hérna belju á sem að við var hleyft út sko. Svo komst alveg bara greinilega búin að vera í kringlunni heilan dag eða 100 áskalli og búin að fara á pöppana og svona að komst þið tilbaka og svona ég er tilbúin í næsta mánuð Liggi ljósa bekknum í klukkara Já, maður var sættur það er bara nöðsynlegt eða þú veist, á þeim árum sko. Nú setur maður bara á sig bronkukrem sko. En þú þarf ekki eins og að gera það, getur bara að ferja svona klefa og láta sprauta þig eða það sko, já, það er klálega máli sko. Það fyrir alltaf milli raskinn og allstaðar sko. talar Hefur ekki prófað það? Nei, ég er ekki heldur Þú sér þetta fyrir þig Já. Hvað myndirðu titla þig? Hvað er starfsheitið þitt? Ég myndi segja að ég er ég ekki bara veitingamaður? Er það ekki? Er það, myndið þið fara eitthvað aðra leið? Já, eigandi, fyrirtæki eigandi Framkvæmdastjóri Já, ég gæti ekki framkvæmdastjóran sko. Ég er farin að nota bara veitingamaður Mér finnst það svona, þú veist, að ég er einu náttúrulega bara, ég vil alltaf vera með puttan í matnum, þú veist, ég er alltaf að teka alltaf minn skerf af einhverju vöktum í eldhúsinu og ég er ekkert hættur að vera sá sem er líka stundum bara fram á kvöld að þrífa og taka hávinn og skúra gólfinn og þú veist, þannig að maður er ennþá með alveg vill hafa tenginguna inn í eldhúsi sko, þó maður sé einhvern veginn alltaf eitthvað í tölvunni að svara einhverjum tölvupóstum. Ég vil vera veitingamaður. Hvaðan kemur þetta nafn Northwest? Já, það er bara svona náttúrulega þegar við tókum við svona með fullir virðingu fyrir allt og öllum að það var svona smá það var kannski pínu óorð einhvern veginn á staðnum, ég veit ekki svona aðeins, smávegis þannig að við ákvaðum að við tökum þetta upp fyrir að byrja með gistinguna þannig að við settum þetta nafn á gistinguna Northwest Restaurant og gistuhús það var þetta Hotel and Restaurant fyrst, við ætlum að vera svo mikli stórgróserar í gistingunni en breytti því síðan setna og það var svolítið blandað því við vildum setja eitthvað nýtt nafn bara svo allir vissu bara að það er komið nýtt fólk að það er eitthvað nýtt að gerast og var líka bara til þess að setja eitthvað nafn fyrir túristana sem voru að koma að bóka gistingu og svona en í dag notum við alveg orðið aldrei mikið bara víðigerðis nafni sko. Og svona höfum alveg við höfum ekki umræðin að droppa Northwest nafninu sko þannig að ég veit það ekki, sjáum til hvað gerist sko. Ég man að ég held ég að sé eitthvað keði í Bandaríkjunum sem heitir hérna Best West eða eitthvað þannig. Best West? Já, eitthvað. Ég hugsa alltaf bara dóttir Kanye West. Já. Kanye West? Hún heitir Northwest sko. Nú, ok. Já. Það er einmitt mynda henni í starfsmannagrúppinu á Facebook sko. Ok. Já, þannig að hún hafði nú engin áhrif á það. Svo blessa Ég eiginlega krefst þess að þú fari í réttir í ár. 15 ár, aldrei farið. Já, en ég er alltaf að drekka brennivín með liðinu kvöldi sko. Já. Ég fæ að heyra öllu sko. Já, það er ákveðin stemmar að fara í réttir ég er ekki að forðast það sko. Það hefur bara einhvern veginn alltaf verið þannig að einhvers þarf að vera í eldhúsinu og lenda mér svolítið mikið sko. Já, og ertu farin að kíkja á Hvammstanga og Já, ég finn alltaf loft á Hvammstanga, það er alltaf búið að gera alveg rosalega fína líkansrættarastu á Hvammstanga. Já. Sundlauginni? Já, það var alveg geðveitt þegar það var gert sko. Þannig að ég reyna að nýta það svolítið sko og svo reyni ég líka stundum það er helviti gott ef maður fara til lækni sko, það er stuttur biðtími það er betra að fara þangað heldur en að vera að djöflast í því hérna í Reykjavík sko. Ertu aldrei hrættur að enda bara eins og Johnny í Shining bara brjóta niður einhverju hurð með X eitt en alveg búin að missa vitið? Jú sko, ef ég myndi lendi því bara, konan myndi bara fara frá mér og ég myndi bara vera innleiksa þarna og væri bara þarna þá myndi ég verða að geða ykkur sko. Ég finn það þegar þú ert með svona batteri þá þarf það að koma spurt þannig að þú veist það er bara balans, maður þarf komast heim til sín og þá er ég líka alltaf bara feskur þegar ég kem tilbaka, ég er alltaf rosa til í þetta sko. Nú er þetta gamalt hús, hefur einhvern veginn að lendi í einhverju svona draugagangi? Nei ég myndi ekki segja það sko. Manstu þegar það myndi engin draugur vilja vera Manstu þegar við vorum að rekja Halla og Laulu
Já. Það eitt eftirminnilegast að þá vorum við mitt komni búin að fá okkur 6 bjóra Já. og sátum, Meira svona 12. já, vorum í góðu gýr svo sátum við þarna á og fengum þessu hugmynd og við ætlum að rekja þau. Já. Þá var tekið svona brúsi af fitusprey fara upp á Fituleysi, já. og fara á spreyja loftið það mikið að það drippaði svo spreyjuðu við í skál og settu fyrir neðan svo skildu við eftir miða það var alveg rótstert efni sko. það stóð fundum eitthvað ertandi efni lekandi úr loftinu og sem við erum að tala hótelið fyrir ofan sko. Þannig að skrifa settu miða það var ertandi eitthvað efni að leka úr loftinu, við fundum ekki út við settum bara þessa skál svo náttúrulega bara vöknuði við bara eitthvað daginn eftir og myndum ekkert almenna til þessu og þá var Halli stjúpabi búinn að vera alveg bara sko með fram öllum veggjum uppi þefandi öll teppin og bara var alveg tauga áfallið að væri bara einhver síra að leka úr veggjónum á húsinu sko ég vissi ekkert hvað var í gangi og já þannig við fórum heldur illa með hann og hann reyndi að segja okkur að hann væri búinn að hringja væri búinn að hringja út alls konar lið en þá var hann búinn að það var kona á sveitinni sem var með okkur langt fram á kvöld mætti hún sem sagt undan okkur hann var alveg bara graf alvarlegur og segir bara, það bara að leka síra úr loftinu hjá okkur, alltaf farið landskotað þá náttúrulega grenjaði hún úr hlátri þá var hann svo ógeðslega pirraður að hafa verið tekinn svona illa sko hann reyndi að ná okkur á móti en það gekk illa Já, ég mætti hana niður ég steingleima þessu fyrsta sem hún segir mig varst þú með í þessu helvítið hvað gerði ég núna maður sko til svo að rifja þessu upp fyrir maður fann sér alltaf eitthvað að gera í þetta er svona dæmi um Cabin Fever sko þú byrjar að gera svona vitleysu þú er búin að vera of lengi á staðnum þetta var geggjaða tími það er að skýta hómarinn í lægi líka sko já, það er bara alveg nöðsynlegt og þannig er maður bara komið sér gegnum öll þessi ár sko bara maður þarf að reyna að hafa gaman að þessu sko það er gaman í eldhúsi fólk í eldhúsi er einhvern veginn í stuði og það er svona það er alveg ákveðin típa sem að fer að vinna í eldhúsi og einmitt, það er yfirleitt gaman að þessu fólki sko. Þetta er krúið sko sjóræningja krúið eins og Adam kallaði það já, sjóræningja krúið einhverjir sem er búin að sitja inni en hefur ekkert verið að lendi að einhverjir mennir að flýja raunveruleikann og kíkja í sveitina þú? já, ég var sendur í sveit Ég ætla bara að segja að það er alls konar fólk búið að koma til okkar. Það er pólitískt svar. Alls konar fólk og karakter að búið að koma til okkar. Ég læt það duga. Þú þarft ekki að fara út í það frekar. En yfirleitt allt bara frábært og skemmtilegt fólk. En alls konar skrautlegi karakterar, það bara lita lífið, er það ekki? Kynnast alls konar fólki. Svo náttúrulega er Heddi búin að vera þarna hjá ykkur bara eins og hún er drottningin í sveitinni hún er alveg hún einmitt drakk yfirleitt 6 bjóra með okkur á kvöldina ég held að hún er örgulega náða að drekka þig undir borðið það margir gert það nú þegar að segja henni að hlusta á þetta segja hún hafi borist á góma en það er samt eitthvað svo fallit við að vera bara einn tvítur og einn aðeins eldri og svo einn svona 50 kettling sem hefur gaman að okkur og nennir að hanga með okkur sko. Já, ég meina þú veist það bara já, þú veist það þetta er strjábíl sveit og það er bara, þú vingast í þá sem eru bara nálægt þér ég hringdi einu sinni í hana búin að vera frábær með okkur og hvað svara hann? Ég hringdi einu sinni í svona 1:30 nótina 1:30 það hún er ekki sopnið þá sko svona 4 og þetta er þessi 2 bjórar þetta er 12 bjóra minna og þá var bjórin búinn þannig að ég hringdi í hana og vaktana og labbaði yfir til hennar og hún kom niður með kassa bjór fyrir mig og svo takkaði bara fyrir að fóta tilbaka hún var alltaf tilbúin að hjálpa hún nefni þetta alveg stundum sko þegar hún var vakinu miðanótt af því að við vorum að fyllir í á brennivísleysi og maður heyrði manninu menna bara, hver er þetta? Búin að vekja hann líka greið já þú er duglegur í sveitinni greinlega já meðan hann 1-2 bjóra hann var duglegur að vinna og duglegur að drekka brennivín já eins og ég
Ég meina það var bara, en það var yfirleitt voru þetta bara 2. Já, þú veist, auðvitað, ég er náttúrulega bara fokkið, oft var þetta bara danna og gott, sko, enda þú náttúrulega getur ekki styrta endalust í þig eða þú ert að vinna hvern einn og einasta dag, sko. En svona stundum fór þetta svolítið langt, enda bara ungir og orkumiklir menn. Já, sem þurfa mikið. Já, bara... En maður mætti alltaf og synti sínu. Já, það er þessi skiptum máli. Já. Og þetta gat maður. Maður á bara að mæta sumir náttúrulega mætti í alls konar ástandi þessu við ekki. Já. Ég myndi mæla með hvert sem svona ungan pjakka að fara í sveitina, sko. Eða bara fara einhvert sem að, þú veist, þú ert bara fastur einhver staðar og þarft að standa þína plikt og gera, sko. Já. Þetta var bara mannast svolítið að þessu. Gríðarlegu skóli fyrir mig. Það er skóli, heldur betur. Og bara lærði mjög mikið á þessum tíma. Já, þú þekkir nú svolítið sveitalífið. Já, og frá mismunandi sjónarhornum líka, sko. Ég var í veiðhúsum líka lengi vel. Já. Þú veist að það er líka ákveða svona sjómennska. Já, það er líka svolítið kapinn, þú ert bara það er kapinn, sko. Og ég var í þannig veiðhúsi að það var opið, sko, bæði fyrir stangveiði og skotveiði. Já. Þannig að maður er kannski frá vori, svona seint á vorin og alveg fram í loku nóvember. Já, ok. Þannig að það er alveg góð sirpa. Það er góð sirpa, sko. Já. Þetta er ekki svona, þetta hefðbunna 2-3 mánuðir, sko. Nei. Þannig að þú komið svolítið grillaður út úr þeim törnum stundum. Já, svona, maður passaði sér alltaf í janúar, cirka, að negla einhverja svona afleysingar niður. Já. Þú veist. Þannig að þú varst svona lykilmaðurinn, svo kom einn og einn svona og listið af. Já, ég raðaði kannski eitthvað smá niður hér og þar sem ég vildi eiga smá líf. Já. En venjulega var maður alltaf að taka allt saman, sko. Þú veist, það er alltaf morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur og það er kaffi og það er alls konar, þú veist, og þetta er allt þriggjarétta og Ef í dæmi. Já. Þetta er líka margir svona staðir í boði samt, þú veist, það er fullt af ungu matreiðslumönnum byrja að læra á sveitahótelum, sko. Já, ég meina, er það ekki bara svolítið algengt að ungi kokkar fara svona út á land, fá ágætistekjur og nóga vinnu og... Jú. Það er alveg, þú veist, þetta er svona gamla, þú veist, að fara á sjóin. Já. Þetta er svona eiginlega bara það líka. Já. Og það er líka nóg í boði hana úti á landi, sko. Já, náttúrulega eftir að túrismin sprakk. Svakalega mikið. Já. Það er bara að hoppa á það, maður. Þetta er bara geggjað að fara og upplifa eitthvað svona, sko. Já, ég held að sé alltaf engi íslenski kokkar atvinnulausir í dag. Nei, það er bara bráð vantar kokkar, sko. Það er ennþá, það er alltaf sama sagan á hverju einast ári, það bráð vantar alltaf. Já. Þú ert ekki lærður? Nei. Ég sé, mér er með grunddeild matala og mennskóla Kópavogi. En hvernig gengur þér að manna þá alltaf á hverju ári, þú veist, eins og fyrir að fá mannskap í að elda? Er það þessi útlendingar sem varst að tala um? Já, það er oft, ég meina, oft er kannski ég og kannski einn annar Íslendingur. Það er svona, við erum mjög algengt, mestalagi 2, sko. Já. Og svo náttúrulega fáum við svolítið sumarstarfsfólk, þú veist, ég meina núna er eins og ein íslensk stelpa á sveitina að vinna í eldhúsinu, 3. sumarið sitt, sko, og fáum svona íslenska skólakrakka eitthvað í salin en svona kjarnahópunin af starfsfólkinu er allt erlent starfsfólk í dag. Okay. Og hvernig nálgastu það? Hvernig finnur þetta fólk þig? Veistu það er bara orðið svo vinsælt að koma að vinna á Íslandi í dag og held ég sérstaklega í strjábílinu að því að fólk leitast eftir að koma í ódýrt húsnæði og helst svolítið mikla vinnu. Þannig að við erum í dag, við erum bara hætt að auglýsa. Við fáum bara umsóknir, myndi ég halda, ég held ég geti alveg sagt fleiri 100 umsóknir, sko, ef ekki bara sko 1000 plus sem bara dælast inn í tölvupóstinni á okkur og svo bara þegar komið að því að ráða þá bara tökum við, greiðsum eitthvað úr og sendum eitthvað og byrjum eitthvað samtöl og þannig að það að fá mannskap svo lengi sem þú getur skaffa húsnæði það verður aldrei verið eitthvað vandamál að fá starfsfólk, alltaf bara vandamál að eiga ná húsnæði fyrir alla þannig að fyrst vorum við með þú veist, 4 herbergi þegar við keyptum þetta fyrsta gamla hús þarna og í dag erum við með sko við erum komið 10 herbergi sem rúma svona alveg 15 manns eitthvað svoleiðis, fyrir utan síðan hótelherbergin uppi og sko. Þannig að það er bara nöðsynlegt fyrir okkur að vera með pláss fyrir nánast allt teymið sko. Þó maður auglýsi alltaf, þú veist, að auglýsum svona á svæðinu og þannig sko, hendum á Facebook og eitthvað og reynum að sjá hvort það kemur eitthvað inn en það er líka bara
ekki dópaslega mikið Íslendingum sem orðið í dag eitthvað að sækjum á veitingahúsum. Það nú bara staðreynd, sko. Er fólk eitthvað að panta borð hjá okkur? Þarf þess? Eða er bara nóg að droppa við? Já, það alveg svolítið að gera það. Fólk þekkir orðið svona þessar stóru umferðardaga, föstudaga, sunnudaga. Það eru svona okkar stæðstu dagar, sko. Og það alveg svolítið verið að panta borð og náttúrulega hótelgestir og svo náttúrulega svolítið mikið af, sko, ferðaþjónustu svona í sveitin í kringum okkur sem býður ekki upp á mat. Með gistingu, kannski morgumat, en ekki með eldhús og kvöldmat og allt sem því fylgir. Það svo Maggi? Já, einmitt, bara alls konar minni líka bara einingar svona hér og þar og þannig að það svolítið svona túristinn í grendinni svolítið að hringja og panta borðum kvöldi, spyrja kannski það sem þeir eru að fara að gista. Þannig að jú, það alveg orðið svolítið um það, sko. Hefur þú þetta græja mat í veiðhúsið hana? Nei, ég hef ekki þetta að gera það. En við fáum svolítið fólki svona eins og hópa úr veiðhúsunum kannski svona þeir eru að fara heim henda oft hjá okkur í einhverjum burgers eða kótilettum og fisk og okkar svona maður sér alveg kannski 10 alveg grút þunna kalla leka innu dyrnar, sko, og nokkri kannski svona hálfir ennþá, þannig að þetta oft svona stemmingshópar, sko. Þannig að jú, við sjáum það alveg, en þeir eru náttúrulega með svo frábæra þjónustu í veiðihúsunum sjálfum, sko, flottir kokkar bara og geggjaða matur þar, sko, en já, koma átt í svona þingudæmi til okkar, sko. Já, þetta geggjað. Já. Gaman meðan það náttúrulega, þú veist. Já, algjörlega. Það bara, svo lengi sem maður hefur gaman að þessu, þá heldur maður áfram að djöflast og svo leiðum maður finnur að það fer eitthvað að minnka, þá held ég að það sé mjög gott að vera fljótur að hætta, sko. Af því að heldur þessi geti verið mjög fljótt að snúast upp í andhverfu sína, sko, að þú getur fara að hata það sem þú ert að gera. En ég alltaf ekki komið þangað. En það ég líka bara búin að passa mig að þegar ég fer að finna hættumörkin, þá breyti ég bara, þá bara ég bara búin að vera að minnka vinnu svona alltaf hægt og rólega undanfarin ár. Leiðum að fóra eignaðist eitt barn og svo eignaðist ég annað og þá þarf maður bara, ég held að við finnum það hjá okkur, bara halda ballan, sko. Vinna eins mikið og þú svona heldur að það sé þér ekki óholt, sko. Kom aldrei þessi hugmynd að flytja bara alla fjölskylduna? Þangað? Við gerðum það í smá tíma. Kona mín kom þarna með strákinn okkar og hann fór á Hvammstanga í leikskóla alveg 1 ár og meðan við vorum svona undirbúið að kaupa fyrsta húsnæðið okkar, sko. En nei, ég bara eins og konan mín, þú veist, allar henn fjölskylda og vinir og þú veist, þegar maður reykvíkingur í húðahár og allt hitt eitthvað stað, þú veist, þetta sé æðislega sveit og æðislegt fólk, þú veist, alveg svo bara fyrir fólki þar myndi örugglega ekki hafa áhuga að flytja eitthvað til Reykjavíkur, þú veist, það er óbúslega, mér finnst það búið að vera mjög gaman fyrir mig, svona rosalega mikið borgarbarn að koma og kynnast svona sveitinni, læra bara hvernig búskapurinn gengur fyrir sig, þú veist, ég vissi ekki neitt neitt, sko. Þannig að í dag bara svona, já, maður svona búið að stækka sjóndeildarhringinn hjá manni, sko, bara gott gaman að vita hvernig hlutirnir í sveitinni virka fyrir sig, þú veist, hvaðan kemur kjötið og þú veist, þú veist, það bara mjög gott, sjá hvernig allt og kynnast fólkinu og frábært, bara geggjuð sveit, en nei, ég alltaf Reykvíkingur, ég alltaf að fara að búa í bænum, sko. Það bara eitthvað sem geta ekkert breytt í, sko. Nei, og mamma þín, hún ennþá hana? Hún ennþá hana, hún að vera svolítið tilbúin í að því eins og hún hætti að vinna fyrir svona 2-3 árum, það hún náttúrulega bara djöflaðist þarna út í eitt, svo einn daginn, það var náttúrulega læknir var búin að segja við hann alveg í dálítið góðan tíma, hún yrði að hætta að vinna, það var svo margt bara að gefa sig í henni, sko, hendurnar og bakið og hnén og svo einn daginn það var hann að koma fram með kúfulla uppþvottagrind af einhverjum glösum og drasli sem var frá fram, fer svona niður og hækjur sér og hún gat ekki stað upp, þá bara fór einhver hryggjarliður hjá henni og þú veist, það lagaðist eftir nokkra daga, þá sagði læknirinn að þú enda bara í hjólastól ef að þú stoppar ekki, sko. Þannig að þá hætti hún að vinna, þó hún kom inn svona stundum og aðeins svona, þú veist, hendi eina grind, en þú veist, hún passa sig að bera ekki eitthvað mikið og svona. En mamma djöflaðist þarna í alveg 10+ ár, held ég sé ekki að ljúga henni, ég held hún fekk aldrei útborgað, ekki einu sinni, ekki 1 krónu. Svo þegar hún lenti í þessu, þá fór hún til læknir svolítið og þá sóttum eitthvað örorkumat fyrir hana og hún sagði mér að læknirinn sem að sóttum mitt allt fyrir hana og bara tekna myndir að henni og allt selt, hann aldrei lenti áður að
yfirleitt þetta svolítið process sko, ef þú ætlar að fá örorkubætur og þetta fara eitthvað og einhver ríkislæknir þarf eitthvað að meta þig og samþykja og svona það var fyrsta caseið sem bara samþykkt við þykir eins og sjá hana þannig að hún var svo gjörsanlega búin að stúta sér fyrir þetta blessaða fyrirtæki að það hálfa var nú okay. harkan í þessari gamlu kynslóð sko Já, þetta stoppar ekki já. En ég held að við séum bara að Hún renna er á tíma. Já, er þetta ekki bara heldur gott? Við erum búin að fara víðan völl, við erum að taka húsnæðismarkaði, taka sveitina. Bankalánið, allan að eingreisla borguð þannig. Og ég þakka kærlega fyrir komuna. Já, bara mjög gaman að koma og hitta ykkur og spjalla aðeins, fara aðeins yfir þetta. Veist það? Maður gleymir ofta lítið baksinspilin og hugsa allt sem er búið að ganga á og þannig að það er bara alltaf að gera það á til sko. Já. Bara geggjað, þið eru að standa ykkur gríðarlega vel og maður er alltaf að sjá á matatips og svona, alltaf að vera að rósa ykkur. Takk fyrir það. Bara heldur áfram að mæla með, þú veist, og bara hvetjum alla hlustundi til að fara stoppa í Viðgerði. Já, þó að húsin lítið ræðilega illa út auðvitað. Það er innihaldið sem skiptir máli. Já. Það er sannarlega búin að vinna inn fyrir því. Já. Að fá alla þessa viðskiptavinni til ykkar og þetta góða orðspor er ekki á engu byggt. En nei, það er allavega alveg að fullera það. Já. Maður getur alveg keypt ykkur að ljóta bók en ef innihaldið er gott, það sem skiptir máli sko. Það er rétt. Þið kannski fara að lappa upp á utanverðu. Já, það er klárlega dagskránni. Það er bara next in line. Takk fyrir komuna. Já, takk fyrir bara að fá mig. Gaman að koma og hitta ykkur.